sem þýðir eiginlega hér tímavörur. Þannig ég mun ræskja mig vinalega ef að fyrirlesarar eru komnir aðeins umfram á tíma og sjá til þess að allt fari hér friðsamlega og vel fram. Nú er ráðstefnunni send út beint og ég hvet ykkur sem að fylgjast með í streymi til að senda spurningar til fyrirlesarana og við munum gera okkar allra besta til að koma þeim að. Fyrirlesarnir eru síðan teknir upp og aðgengilegir á heimasíðu rigg.is undir flipanum ráðstefna. Annars skulum við bara koma okkur vel fyrir, það eru áhugaverð erindi framundan. Fyrst vil ég bjóða velkoman Ásmund Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra. Ágæti fundarstjóri, kæru ráðstefnu gestir, bæði þeir sem eru hér í salnum en sérstaklega þeir sem að heima sitja. Það er mér sönn ánægja og heiður að fá að ávarpa þessa ráðstefnu Íþróttir fyrir alla sem haldin er hér í dag. Að henni standa öflug samtök sem sinna mikilvægu starfi. Sem félags- og barnamálaráðherra hef ég lagt mikla áherslu á málefni barna. Ég vil að Ísland verði barnvænt samfélag, en barnvænna en það er nú þegar. Ég hef lagt áherslu á að börnum og ungmennum líði vel, þau séu virk, þau séu vernduð fyrir áföllum, þeim hjálpað að takast á við áföll komi þau upp og að börn hafi tækifæri til að taka þátt í sem flestu sem að börn eiga geta fengið að taka þátt í. Já, börn eiga að fá að vera eins virkir þáttakendur í samfélaginu og hægt er með að við getu þeirra, þroska og vilja. Það er eftirsóknarvert að öll börn og ungmenni geti tekið þátt í íþrótta- og tómstundastarfi, geti tekið þátt án þess að verða fyrir fordómum, áreitni og neikvæðni. Þáttaka í íþrótta- og tómstundastarfi hefur margvísleg jákvæð áhrif á líkamlega, andlega og félagslega heilsu barna og ungmenna. Ungmenni sem taka þátt í slíku starfi gengur oft betur í námi og eru til dæmis ólíklegri til þess að misnota vímuefni. Já, þeim farnast bara almennt betur. Þáttakan ýtir undir þá tilfinningu að tilheyra. Það er skemmtilegt að taka þátt, það er skemmtilegt að vera hluti af heild. Áherslan og skilningurinn á að það sé jákvætt ef allir geti verið með er vaxandi og það er vel. Allir eiga að fá jöfn tækifæri til þáttöku. Líka börn og ungmenni af tekjulágum heimilum, fötluð börn, börn af erlendum uppruna, hinsegin börn og fleira. Íþróttir og tómstundir eiga að vera fyrir alla óháð aldri, kyni, þroska, kynþætti eða fötlun. Gegnum öflugt íþrótta- og tómstundastarf, þar sem góðum grunngildum er haldið á lofti, má hafa mikil áhrif á þroska hvers einstaklings. Grunngildum á borð við virðingu fyrir hvort öðru, umburðarlyndi, jákvæðum og kærleiksríkum samskiptum, umhyggju, hugrekki og heiðarleika. Við eigum að ýta undir þessi grunngildi og útrýma fordómum og efla vellíðan barna og ungmenna. Íþrótta- og tómstundastarf er kjörinn og ef ekki eitt besti vettvangurinn til þessa verkefnis. Við sem viljum að börn og ungmenni taki sem mestan þátt í uppbyggilegu starfi höfum haft áhyggjur af íþrótta- og tómstundastarfi á tímum COVID-19. Við viljum auka líkur á að ungmenni skili sér sem mest í starfið einmitt núna, öll börn og öll ungmenni. Til að ná þessu fram hafa stjórnvöld sett á stað ýmis mikilvæg verkefni. Til að mynda hefur verið komið á fót viðbótarstyrkjum til þáttöku í íþrótta- og tómstundastarfi fyrir börn sem koma frá tekjulægri heimilum. Ég hvet alla til þess að kynna sér það verkefni og nýta réttindi sín þar. Þeir styrkir bæta 45.000 krónum við þá frístundastyrki sem veittir eru af hálfu sveitarfélaga. Og heildarkostnaður þessarar aðgerðar er rétt tæpur milljarður króna. Opnað var fyrir umsóknir þessa styrki seinnipart nóvembermánaðar síðastliðins og samhliða var hrundið á stað auglýsingaherferð á samfélagsmiðlum þar sem kostuð var dreifing myndbanda á 11 tungumálum auk þess sem tilkynningar voru sendar til forráðamanna gegnum flesta ef ekki alla grunnskóla landsins. Til að tryggja sem besta framkvæmd skipuðum við líka stýrihóp með fulltrúum frá Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands, Ungmennafélag Íslands, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Mennta- og menningarmálaráðuneytinu og félagsmálaráðuneytinu til að fylgja eftir þessu verkefni.
Samhliða var ráðinn tímabundinn verkefnastjóri Sigrún Sjöfn Ámundadóttir til þess að taka saman reynsluna og árangurinn af veitingu þessara styrkja. En þetta í fyrsta skipti sem ráðuneytið ræðst í slíkar aðgerðir á þessum forsendum. Og mínar væntingar standa til þess að reynslan og þekkingin sem þarna skapast geti orðið grunnur að raunverulegum kerfisbreytingum til framtíðar, að raunverulegu kerfi sem geti á hverjum tíma gripið þessi börn og þessar fjölskyldur. Þið þekkið kannski til Sigrúnar sem að ráðin hefur verið verkefnastjóri en hún með fjölbreytta reynslu og menntun á sviði íþrótta og fræðslumála ungmenna. Þá hefur hún lengi verið einn fremsta körfuknattleikskona landsins og hefur mikla reynslu af þjálfun af yngri flokkum hjá nokkrum félagsliðum. Börnum og ungmennum af erlendum uppruna, fötluðum börnum og hinsegin börnum getur því miður stundum reynst það erfitt og meiri áskorun að taka þátt í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi en öðrum. Þau þurfa því sum hver auka hvatningu og stuðning svo að þau skili sér í það góða starf sem í boði. Í þessu sambandi vil ég nefna að félagsmálaráðuneytið hefur styrkt verkefnið Allir með sem í gangi í Reykjanesbæ en þáttaka barna í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi hefur verið minni á þessu svæði en á öðrum svæðum á landinu. Reykjanesbær, ráðgjafafyrirtækið Kvan og ungmenna- og íþróttafélögin í Keflavík og Njarðvík standa að verkefninu sem ég veit að mörg hver ykkar þekkja. Verkefni felst í að auka þáttöku allra barna og ungmenna þótt megin áherslan sé lögð á börn af erlendum uppruna. Markmiðið að styrkja öll börn og ungmenni sem einstaklinga og efla þau til þáttöku í samfélaginu. Félögin munu halda utan fundi, fræðslu og þjálfun og kynna skipulagt tómstunda- og æskulýðsstarf fyrir öllum í sveitarfélaginu. Þeir sem taka þátt í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi fá aukna fræðslu til þess að taka vel á móti börnunum þannig að þau upplifi sig velkomin til starfa og haldi áfram þáttöku. Hér einnig að ræða verkefni sem getur orðið hvati til framtíðarverkefna á stærri skala og nái yfir landið allt. Ágætu ráðstefnu gestir, heimsfaraldur COVID-19 hefur verið ein mesta áskorun sem við höfum staðið frammi fyrir, bæði börn og fullorðnir. Að mínu mati hefur okkur tekist vel að verja okkar viðkvæmustu hópa fyrir áfallinu. Verkefninu samt ekki lokið. Í lok árs 2020 tilkynntu félagsmálaráðuneytið og mennta- og menningarmálaráðuneytið að ráðist verði í aðgerðir til þess að styðja við starf íþrótta- og æskulýðsfélaga sem raskast hefur verulega vegna afleiðinga sóttvarnaráðstafana COVID-19. Stuðningur stjórnvalda á þessu sviði og verður einn sá mesti á Norðurlöndum. Aðgerðirnar felast í greiðslum til íþróttafélaga vegna launakostnaðar, viðbótarframlagi til stuðnings íþróttafélögum og styrkjum til æskulýðsfélaga. Velferð og farsæld barna mitt hjartansmál. Strax og það kom í minn hlut að fara fyrir félagsmálaráðuneytinu, setti ég í forgang að ná fram kerfisbreytingu börnum til hagsbóta. Breytingu sem myndi annars vegar tryggja snemmtækan stuðning við börn og hins vegar tryggja samfellu í þeirri þjónustu sem börnum veitt. Börn eiga nefnilega ekki að þurfa að bíða eftir þjónustu. Þau eiga heldur ekki að falla á milli kerfa. Þjónustan á að snúast börnin því þau eru miðpunkturinn, þau eru framtíðin, þau eru grunnurinn undir öllu sem við erum að gera í okkar samfélagi. Síðustu 3 árin höfum við átt víðtækt samráð með það að markmiði að undirbúa lagaumhverfi sem miðar að snemmtækum stuðningi við börn, stuðningi í því skyni að draga úr þörf fyrir síðbúin inngrip í lífi einstaklinga. Forgangsmál mitt var að móta frumvarp til sérstakra laga þar sem kveðið á samþættingu kerfa þar sem hagsmunir barna eru ávallt hafðir í fyrirrúmi. Frumvarpið ber nafnið Frumvarp til laga samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna og mælti ég fyrir því á Alþingi í desember. Ég bjartsýnn á að þetta frumvarp verði á lögum á næstunni en allir stjórnmálaflokkar sem eiga fulltrúa í þinginu hafa komið að undirbúningi þessa máls. Við undirbúning frumvarpsins fékk félagsmálaráðuneytið sérstakan ráðgjafa til að gera mat á hagrænum og fjárhagslegum áhrifum slíkra breytinga.
Unnin var ítarleg greining á annars vegar kostnaði við innleiðingu og hins vegar á ávinningi þess að gera breytingar á löggjöf með áherslu á að grípa fyrr inn í grípa fyrr inn í með rétt viðbrögð á réttum tíma. Skemmst frá því að segja að fjárhagslegur ávinningur slíkra breytinga á pari við arðbærustu fjárfestingar þjóðarinnar. Barnvæn sveitarfélög svo annað verkefni sem félagsmálaráðuneyti vinnur að. Það verkefni felst í verkfærakistu og líkans sem styður við innleiðingu á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna inn í stjórnsýslu og starfsemi allra sveitarfélaga. Hugmyndafræði barnvænna sveitarfélaga byggir á alþjóðlegu verkefni UNICEF eða Child Friendly Cities sem hefur verið innleitt í hundruðum sveitarfélaga út heim allan frá árinu 1996. Ég hef lagt áherslu á að styðja við sem flest sveitarfélög í þeirri vegferð að verða barnvæn. Þannig að Ísland allt verði barnvænt land. Í nóvember 2019 undirritaði ég ásamt framkvæmdastjóra UNICEF á Íslandi samning stuðning félagsmálaráðuneytisins við innleiðingu á verkefninu Barnvæn sveitarfélög. Með samningnum stefnt að því að íslensk stjórnvöld og öll sveitarfélög á Íslandi hafi á næsta áratug hafið markvissa innleiðingu á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og tileinkað sér barnaréttindanálgun í sínum verkefnum, stefnumótun og öllum ákvörðunum. Náist það, skipar Ísland sér í fremstu röð meðal þeirra ríkja sem hvað best standa vörð réttindi barna. Akureyri hefur verið í fararbroddi og komið langt í sinni vegferð. Það varð fyrsta sveitarfélagið á Íslandi í maí 2020, en ég sé það verkefni verður kynnt betur hér á ráðstefnunni síðar í dag. Æ fleiri sveitarfélög hafa fylgt og munu fylgja í kjölfarið. Það von mín að öll sveitarfélög verði formlega barnvæn á endanum. Ég mun svo sannarlega ekki láta mitt eftir liggja til að flýta því ferli. Ágætu gestir, ég hef hér tæpt á nokkrum þeirra mála sem ég hef unnið að í ráðherratíð minni hingað til og hefur sterka snertifleti við ykkar mikilvæga starf og Reykjavík International Games ráðstefnuna íþróttir fyrir alla. Ég vil þakka ykkur öllum sem hafa komið að því starfi með einum eða öðrum hætti. Fyrir samstarfið á þeirri vegferð og tjá ykkur þá sýn mína og von í því verkefni sé alls ekki lokið, heldur við rétt að byrja. Gangi ykkur vel með þá glæsilegu og mikilvægu ráðstefnu sem hér fer fram í dag og þakka aftur fyrir mig. Og við þökkum Ásmundi Einari fyrir. Og það eins og Ásmundi kom inn á, sameiginlegu snertifletirnir sem við þurfum að hreinsa. Þannig að þið hingrið augnablik. Já, maður sjá. Svona. Næst það Hrafnhildur Guðjónsdóttir, verkefnastjóri Barnvæns sveitarfélags á Akureyri. En Hrafnhildur mun segja okkur frá innvæðingu Akureyrarbæjar á alþjóðlegu verkefni UNICEF sem styður við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Verkefnið erindið ber titilinn Raddir barna. Hrafnhildur, gjörðu svo vel. Góðan daginn. Já, eins og þið sjáið þá heitir verkefnið Raddir barna eða erindi mitt hér í dag og þegar við tölum börn þá erum við að tala börn á aldrinum 0 til 18 ára. Barnvænt sveitarfélag, það útgangspunkturinn minn hér í dag. Akureyrarbær varð eins og áður hefur komið fram fyrsta barnvæna sveitarfélagi á Akureyri og hlaut þá viðurkenningu 27. maí árið 2020. Sem var mikill heiður fyrir sveitarfélagið. Akureyrarbær sem sagt fyrsta íslenska sveitarfélagið til að innleiða barnasáttmálann í allt sitt stjórnkerfi. Og í dag 10 önnur sveitarfélög
að vinna að sömu markmiðum. Þannig að við bíðum spennt eftir framhaldinu og eins og áður hefur komið fram að þá stefnan á að öll sveitarfélög á Íslandi verði barnvæn. Því að unnið að innleiðingu þá sett á stað aðgerðaáætlun sem bærinn þarf að fylgja og í þessari aðgerðaáætlun rætt við börn það sem þarf að gera betur. Þannig börnin eru fengin að borðinu og það eru þeirra raddir sem eru í aðgerðaáætlunni. Svo það Barnaréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna sem staðsett í Genf sem með eftirlit með aðildarríkjunum og það þarf að skila inn skýrslu á 5 ára fresti. Ef við förum aðeins út í barnasáttmálann þá var hann samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 20. nóvember 1989, þannig hann rúmlega 30 ára. Þetta útbreiddasti mannréttindasáttmáli í heimi. Ísland fullgilti þennan samning árið 1992 og Íslenska ríkið staðfesti hann árið 2013. Hann lög á Íslandi og fjalla réttindi barna. Og þegar við tölum réttindi barna, þá erum við að tala réttindi allra barna á Íslandi, réttindi sem þau fá öðlast við fæðingu og geta aldrei mist. Börn hafa líka ábyrgð sem eykst með aldrinum, en börn hafa enga skyldur. Börn fá þetta við fæðingu og geta aldrei mist þau alveg nákvæmlega sama hvaða mistök þau gera í sínu lífi. En grunnþættir barnvænna sveitarfélaga eru 5. Og fyrstur þekking á réttindum barna og barnasáttmáli leggur ríka skyldu á opinbera aðila að fræða fullorðna og börn þau réttindi sem í sáttmálanum eru, með virkum og markvissum hætti. Þau sveitarfélög sem vinna að innleiðingu barnasáttmálans þurfa því að vinna markvisst að því að efla þekkingu á réttindum barna innan sveitarfélagsins og gæta þess að þau séu virt. Annar grunnþátturinn það sem barninu fyrir bestu. Þetta ein af grundvallarforsendum barnasáttmálans. Og þar skal hafa í forgangi að þær ákvarðanir sem eru teknar séu ávallt barninu fyrir bestu. Af þessari forsendu leiðir meðal annars að hagsmunir barna eiga að vera hafðir að leiðarljósi í allri starfsemi barnvænna sveitarfélaga. Grunnþáttur 3 jafnræði, að horft sér til réttinda allra barna. Bann við mismunun einn af 4 grundvallar forsendum barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Samkvæmt sáttmálanum eiga öll börn að njóta sömu réttinda án tillits til kynþáttar, kynferðis, trúar, ætternis, fötlunar, félagslegrar stöðu eða annarra aðstæðna. Þessi forsenda grunnstef í hugmyndafræði barnvænna sveitarfélaga. 4. grunnþátturinn þátttaka barna. Ákvörðun að innleiða barnasáttmálann felur í sér viðurkenningu á að þekking og reynsla barna sé verðmætt fyrir sveitarfélagið. Barnvæn sveitarfélög vinna því að efla þátttöku barna og ungmenna í samfélaginu og leita eftir og nýta sér reynslu og viðhorf þeirra til þess að bæta þjónustu sem ætluð eru þeim. 5. þátturinn svo barnvæn nálgun. Til þess að sveitarfélag sé barnvænt ekki nóg að stefnur, reglur og ákvarðanir taki mið af barnasáttmálanum, því tryggja þarf að umhverfi, viðhorf, stjórnsýsla og þjónusta sé barnvæn og taki mið af þörfum og hagsmunum allra barna. Barnvæn sveitarfélög. Hugsjón barnvænna sveitarfélaga að öll börn njóti æskunnar, réttinda og jafnræðis. Réttur einstaklingsins til þess að vera mikils metinn og koma sér fram við af virðingu. Réttur einstaklings á að rödd hans fái að heyrast. Réttur á félagslegri þjónustu. Réttur á öryggi og réttur á fjölskyldu, leik og tómstundum. En hvernig virka barnasáttmálinn í barnvænu sveitarfélagi? Starfsfólk
og börn þurfa eins og áður sagði að þekkja réttindin og geta sett þau í samhengi við daglegt líf. Því ef við getum ekki tvinnaðan inn í daglegt líf hjá börnum og starfsfólki sem að kemur að þeirri starfsemi bara í grunnskólum, öllum íþróttamannvirkjum, tómstundum og öll þeirri starfsemi sem að lúta að börnum, ef að starfsemin ekki innleidd þar líka, þá þetta tvennt verður að tala saman. Starfið ætti að vera drifið áfram með lýðræðislegum hætti og miða að því að auka ábyrgð og áhuga barna á að vera þátttakendur í samfélaginu. Þannig að það er okkar ábyrgð líka að kenna þeim að taka þátt, að valdefla þau og gera þau sterkari einstaklinga til þess að geta tekið þátt í samfélaginu, í sínu sveitarfélagi. En það eru alltaf hinir fullorðnir sem eru ábyrgir fyrir að virða og uppfylla þarfir hvers og eins barns. Þannig að það er alltaf við, fullorðna fólkið, sem berum alla ábyrgðina. Barnasveitarfélög, þau gera barnasáttmálann að rauðum þræði í allri sinni starfsemi. Þau viðurkenna að í röddum og viðhorfum og reynslu barna og ungmenna felast mikil verðmæti. Eiga markvisst samráð við börn og ungmenni og nýta raddir þeirra til að bæta þjónustu sveitarfélagsins. Og svo er það aðalatriðið að við fullorðna fólkið, að við setjum upp barnaréttindagleraugun og rýna og skoða verk og ákvarðanaferla með hliðsjón af barnasáttmálanum. Því eins og ég viti þá sjá þau hlutina með öðrum augum heldur við. Þannig að fá þau að borðinu í samtalið þegar verið að taka ákvarðanir, skoða nýja hluti eða leiðir er mjög mikilvægt. En Akureyri var sem sagt barnvænt sveitarfélag og það gerist ekki bara einhvern megin, það á sér stað svokallað innleiðingarferli og það lítur svona út. Það hófst gagnasöfnun hjá Akureyrarbæ og það var sem sagt kortlagning og helstu niðurstöður nýttar til þess að setja saman aðgerðaáætlun. Og það sem var svona helst notað var stórþing barna, það er haldið annað hvert ár hjá Akureyrarbæ. Þar koma að borðinu börn úr grunnskóla, unglingastigi og frá menntaskólanum Akureyri og verkmenntaskólanum og eiga þar saman dagstund og þar er farið yfir mál sem þau varða sem að ungmennaráð hefur tekið saman og ungmennaráð stýrir þessi þingi og þetta þing setur saman það fær niðurstöður sem koma frá börnum og ungmennum hvað þau vilja sjá að betur sé gert í þeirra sveitarfélagi. Svo fór þetta rýnihópa barna, við erum að fá sem fjölbreyttasta rýnihópa inn í þessi mál líka til að fá sem fjölbreyttasta hópinn að borðinu. Við notum barnaréttindatréð, lýðheilsuvísa og fleiri gögn. Aðgerðaáætlun, það er meðal annars raddir barna og ég mun koma inn á það og eftir að það sem að hluti af því verkefni var að þau vildu meiri fræðslu. Það var lagt mikil áherslu á það, börn og ungmenni tala mikið að það vanti aukna fræðslu bæði til að valdefla þau stjórnmál, fjármál, fíkniefni, bara allt sem ykkur dettur í hug, þau vilja alltaf meira, því meiri fræðsla því betra. Það kom líka fram sem ég mun fara betur í og eftir að þau kölluðu eftir því að geta tilkynnt sjálf til barnaverndar. Og það er vinna sem Akureyrarbær hefur farið í, þannig ég kem inn á það í lokin. Svo er það samgöngumál, að börn og ungmenni hafa komið að borðinu í samgöngumálum hjá Akureyrarbæ, bæði varðandi nýtt strætókerfi eða strætóleiðarnet og einnig með snjómoksturinn. Svo er það geðheilbrigðismál ungmenna, þau leggja mikla áherslu á það að hafa milligöngulaust aðgengi að geðheilbrigðis starfsfólki, sálfræðingum og geðlæknum. Og það þýðir sem sagt að þau vilja geta sjálf, alveg svo þau geta fara á heilsugæslustöðina og fengi viðtal við hjúkrunarfræðing, þá vilja þau einnig fá aðgengi að sálfræðingum og geðlæknum án þess að fara í gegnum skólan eða í gegnum foreldra. Svo er það ungmennaráð. Ungmennaráð Akureyrar
er eins og öll önnur ráð á Akureyri, funda reglulega, fá greitt fyrir sína setu og inn á borð þeirra koma öll mál sem varðar þau og þeirra hagsmuni. Þannig að það eru hinn ýmsu mál sem koma inn til ungmennaráðs og ungmennaráð eru talsmenn barna og ungmenna á Akureyri. Svo er það skóla- og nemendaráðin og þar er í aðgerðaáætlun að við viljum tengja skóla- og nemendaráðin betur inn í ungmennaráði okkar og ná góðu samtali við nemenda- og skólaráðin í öllum grunnskólum á Akureyri og framhaldsskólunum sitja nemendur í skólaráði og eiga að vera starf á hverjum stað á einnig að vera nemendaráð sem það er og í aðgerðaáætlunni viljum við auka samstarfi við þennan hóp. Stjórnsýslan er einmitt að bæta líka að innleiða, eins og ég sagði áðan, innleiða barnasáttmálann í alla stjórnsýsluna og fræðslan eins og ég talaði áðan og í aðgerðaáætlunni var verkefnastjóri Barnvæns sveitarfélags og svo réttindaskóli og réttindafrístund UNICEF sem ég fer aðeins betur í hér á eftir. Réttindaskóli og réttindafrístund. Markmið réttindaskóla og réttindafrístunda UNICEF er að byggja upp lýðræðislegt náms- og frístundaumhverfi með því að rækta með markvissum hætti þekkingu, leikni og viðhorf sem styrkja getu barna til að temja sér, gagnrýna hugsun, vera virkari og hæfari þátttakendur í nútíma samfélagi. Og á Akureyri voru 2 grunnskólar sem fóru á stað í þessa vegferð og Naustaskóli er búinn að fá sína viðurkenningu og er því þess vegna réttindaskóli. Giljaskóli fyrirgefið. Naustaskóli er að vinna að þessari vegferð og stefna Akureyrarbæjar er að allir grunnskólarnir á Akureyri verði réttindaskólar. Talandi áðan raddir barna og ósk þeirra að geta leita sjálf eftir aðstoð fyrir sjálfan sig eða fyrir aðra ef þau hafa áhyggjur af öðrum börnum eða sjálfum sér. Þá var komið inn í aðgerðaáætlun svokallaður tilkynningarhnappur. En tilkynningarskyldan og barnavernd, ég ætla aðeins að fara í það, að það sem á tilkynna til barnaverndar er vanræksla, líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi, heimilisofbeldi og kynferðislegt ofbeldi. Og það er mjög mikilvægt að hafa það í huga að flengingar eru ofbeldi. Tilkynningar til barnaverndar. Í barnaverndarlögum kemur fram að öllum sé skylt að hafa samband við barnaverndarnefnd ef þeir vita að það sé verið að koma illa fram við barn eða aðstæður á heimili barns séu þannig að þeir geti verið hættulegar fyrir barnið. Þeir sem vinna með börnum, hvort sem það eru skólar, leikskólar, grunnskólar, framhaldsskólar, íþróttafélögin, allir sem vinna með börnum hafa sérstaklega ríkar skyldur til þess að láta barnavernd vita ef ástæði til að hafa áhyggjur á barni. Og við skulum ætíð muna að barnið á alltaf að njóta vafans. Og við þurfum ekki fullorðna fólkið að leggjast í einhverja rannsóknarvinnu ef við höfum einhverja tilfinningu fyrir að hlutin sé ekki eins og eigi að vera. Það er hlutverk barnaverndar. Þannig að tilkynna ef þið hafið áhyggjur. En eins og ég talaði áðan, þá var inn í aðgerðaáætlun og kom skýrt fram frá börnunum og ungmennum að auka aðgengið, að greiða aðgengi þeirra að því að tilkynna sjálf. Og þá er það svokallaði tilkynningarhnappurinn. En á heimasíðu Akureyrarbæjar er kominn svokallaði tilkynningarhnappur fyrir börn. Þar sem þau geta farið inn á forsíðu Akureyrarbæjar, smellt þar á barnavernd og þá fara þau inn á síðu og finna þennan hnapp, barnaverndarhnappinn. En hann á semst að auðvelda börnum að tilkynna til barnaverndar. Hnappurinn, hann opnar aðgang á síðu þar sem að börn geta lýst líðan sinni, áhyggjum og aðstæðum og óska eftir aðstoð frá barnavernd fyrir sjálfan sig eða önnur börn. Og þessi fræðsla hefur farið af stað á Akureyri, en vegna COVID þá því miður hefur þetta ekki gengið eins hratt eins og við vildum, en
að það hafa nokkri skólar og á endanum munu allir skólar fá fræðslu börn í 4. til 10. bekk það hvernig þau geta nýtt hnappinn, hvernig þau nálgast hann og til hvers hann Þannig að þá fá þau fræðslu ofbeldi og náttúrulega barnasáttmálann líka sem þau hafa líka hlut til fengið. Þannig að það mjög mikilvægt að þetta sé komið. Og í aðgerðaáætlun okkar mjög margt komið á stað og aðgerðaáætlun til 2021, þannig við erum byrjuð að vinna að nýrri aðgerðaáætlun, þannig að það eru spennandi tíma framundan. Við vorum kannski eins og þið vitið að fá afhent svokallað mælaborð velferð barna sem virkilega mikilvægt og stórt skref fyrir börn og ungmenni. Og það eru þessi 11 sveitarfélög sem eru Akureyri barnaverndarsveitarfélag og hinn 10 sem eru að vinna að því að verða barnaverndarsveitarfélag sem fengu þetta mælaborð. Þannig að við sem erum í þessari vinnu, við erum að safna saman gögnum og fylla inn í mælaborði upplýsingar frá rannsóknargreiningu, skólavoginni, embætti landlæknis og fleira líðan og allt sem og hagsmuni barna, með hagsmuni barna í fyrirrúmi. Þannig að þetta verið að safna þessu saman á eitt stað sem verið mjög mikilvægt og mjög gott. Já, takk fyrir mig. Ef það einhverjar spurningar þá hef ég nokkrar mínútur. Það engar spurningar á netinu, en það ein sem að mig langar að spyrja þeim. Ég var að velta fyrir mig fræðslu til kennara, þjálfara og þeirra sem vinna með börnum. Hvernig henni háttað? Það hluti af verkefninu og eins og við erum búin að gera hjá Akureyrarbæ, þá í innleiðingu uppbyggingarferlinu þá fer fræðsla fram. Það leiði á verkefni fer á stað innleiðingarverkefnið. Og svo það okkar að halda því áfram og við erum búin að fara með allt starfsfólk, almennt starfsfólk grunnskólana, fékk fræðslu núna í síðastliðið haust og allir grunnskólakennarar eiga að fá fræðslu og flestir búnir að fá fræðslu, sama með börnin, að þau eiga líka að fá fræðslu inn í grunnskólanum og hafa mörg hver fengið. Allir starfsmenn allra íþróttamannvirkjanna á Akureyri eru búin að fá fræðslu barnasáttmálann og barnaverndarsveitarfélag og svo stefnum við að því núna að fara í gegnum IBA með fræðslu fyrir alla þjálfara og starfsmenn íþróttafélagana. Já. Er ykkur komin reynsla á hann? Er ykkur komin tölfræði mál sem börn fara að setja? Já, hann hefur verið nýttur. En það ekki búið fyrir ekki? Endurtaka spurningu í netið okay. Í mikrofón. Það kannski ágætt að Hrafnhildur gera það, ekki? Já, það sem spurning komin úr salnum, það sem spurt hvort að tilkynningarhnappur undir barnaverndar hafi skilað fleiri tilkynningum og hvort hann sé nýttur yfir höfuð. Og já, hann hefur verið nýttur, en það ekki búið að safna því saman hvort það hefur orðið einhver fjölgun aukning á tilkynningum. Og þannig að hann hefur verið nýttur og við höfum líka verið spurð, haldið að þið fáið ekki einhverju bara svona kjánalegar ábendingur og einhverju bulli að bara fíblast, en það ekki þannig. Og það kemur örugglega ein og ein svoleiðis, en það líka bara eins og hringt í 112 í svona fíblagangi. Það algjör undantekning og allt í góðu, sko. En það ekki hægt að segja í dag hvort það hafi orðið aukning, en það hann í notkun, já, hann nýttur, já. Mjög gott. Já, takk fyrir. Þakkum við Hrafnhildi Guðjónsdóttur kærlega fyrir. Aftur sprittum við á milli þannig við bjóðum næsta viðmælanda velkominn.
kæra þakkir. Við notum tækifærið eins og áður segir hvetjum ykkur til að senda inn spurningar sem hægt að bera upp fyrir fyrirlesanum okkar. Við eigum nokkra mínútur umfram þannig að endilega senda spurningar og við reynum að svara þeim eftir bestu getu. En næst langar maður að kynna Þráin Hafsteinsson, MSc í Íþróttavísindum og heilsufræði og Þráin starfandi verkefnastjóri í frístunda- og félagsauðs á þjónustumiðstöð Breiðholts og stjórnandi tilraunaverkefnisins Frístundir í Breiðholti. Og Þráin ætlar að segja okkur frá því. Gjörðu svo vel, Þráin. Sælveriði, ráðstefnustjóri og ágætu tilheyrendur. Takk fyrir að fá tækifæri til að segja ykkur frá þessu verkefni sem við erum búin að vera koma af stað í vetur í Breiðholtinu í COVID ástandinu. En það heitir sem sagt Frístundir í Breiðholti og ég ætla að segja ykkur frá þessu, hvernig þetta út og hvað þetta gengur og það er sem sagt tilraunaverkefni til 3 ára sem var samþykkt í lok ágúst hjá Reykjavíkurborg og markmiðin eru að auka þátttökuhlutfall barna í íþrótta- og frístundastarfi í Breiðholti til jafns við meðaltali Reykjavík. Við erum með lægri þátttöku í Breiðholtinu heldur en í öðrum hverfum og við viljum breyta því og gefa fleiri börnum og úlingum tækifæri í íþróttum og frístundum. Síðan viljum við auka nýtingu frístundakortsins í Breiðholtinu til jafns við meðaltali í Reykjavík og þar er jafnvel enn meiri munur og það liggur þessi munur liggur bæði í því að börn af erlendum uppruna þau stunda síður íþróttir eða frístundir og þau sem eru frá heimilum þar sem eru svona efnalítil heimili þau stunda íþróttir og frístundir síður. Og þó að ráðherrann hafi sagt að Reykjanesbærinn skæri sig úr yfir landið í þessari þátttöku eða þátttökuleysi þá er Breiðholtið líklegast á svipuðum slóðum með þátttökuna og Reykjanesbærinn. Síðan er það að við viljum nýta íþróttir og frístundir til að auðvelda félagslega þátttöku, íslensku notkun og samfélagslega virkni barna með mismunandi bakgrunn. Við viljum sem sagt markvisst nýta þessi tækifæri sem felst í íþrótta- og frístundaþátttökunni til þess að gera börnum af erlendum uppruna sem dæmi kleift að verða þátttakendur í íslensku samfélagi. Bakgrunnur þessa verkefnis, þetta byggir á reynslu og rannsóknum sem gerðar hafa verið í Breiðholtinu, hérlendis og erlendis á undanförnum árum. Það er búið að reyna ýmislegt í Breiðholtinu og við söfnuðum saman því sem okkur fannst verðmætast og best inn í þetta verkefni og svo höfum við leitað hófana annar staðar á landinu og erlendis til þess að setja þetta verkefni saman. Verkefni var valið sem eitt 3 áhersluverkefna nýrra lýðheilsustefnu Reykjavíkurborgar sem verður kynnt á næstu mánuðum. Og þetta var samþykkt í borgarráði 27. ágúst síðastliðinn og umsjón framkvæmdarinnar fyrir hönd borgarinnar er hjá þjónustumiðstöð Breiðholts. Og það eru 9 megin aðgerðir sem við tókum út úr og höfum verið að kynna í þessu verkefni og það er í fyrsta lagi það styrking verkefna fyrir leikskólaaldurinn og það er sem dæmi íþróttaverkefni leikskólana sem er í gangi núna og þar eru allir krakkarnir í elsta árgangnum í leikskólanum og þau fá 1 íþróttatíma í viku á vegum Félags Reykjavíkur sem dæmi. Síðan eru íþróttaskólarnir, þessir típisku og það eru alls konar verkefni á vegum dansskóla og tónlistarskóla. Síðan er það aðgerð 2, það er frístundakortið nægi til sem sagt allt íþrótta- og frístundastarf í Breiðholti fyrir börn í 1. og 2. bekk verði í boði haust og vorum gegn frístundakortsframlagi borgarinnar sem er 50.000 og síðan kemur auka framlag upp á 30.000 til þessara barna í 1. og 2. bekk og hugmyndin hér er að geta fangað þessi börn leið og komið upp í grunnskólan. Þau eru búin að vera í elsta árganginum í leikskólanum þar sem allir eru í íþróttum og síðan kemur upp í 1. og 2. bekk og þá myndum við reyna að ná þeim inn til þess að
byrja strax í íþrótta- og frístundastarfi og það er verið að ýta undir það með þessu framlagi borgarinnar. Og eins aðgerð númer 3 og það er að þessi krakkar geti borgað eitt gjald og fært sig á milli íþrótta- og frístundakosta og meðan þau eru að finna eitthvað sem að þau myndu hafa sérstakan áhuga á að stunda til framtíðar. Þetta hefur verið svolítið skortur á þessu vegna þess að þátttökugjöldin hafa verið frekar há og foreldrarnir hafa átt í erfiðleikum með að borga fyrir marga kosti en þannig erum við að gera þetta vonandi mögulegt. Og þetta er komið í gang. Síðan er það liður 4 og 5 og það er frístundarúta, gjaldfrí, með leiðsögumanni þjónustu börnin á tímabilinu 14 til 16 eins og er. Það er stemt að því að það verði 3 tíma slott sem að verður hægt að taka rútuna til þess að ferðast á milli skóla, íþróttaæfinga, frístunda og heimilis. Þetta virkar þannig að krakkarnir á þessum aldri fara beint úr frístundaheimilinu í rútuna með leiðsögumannum og á æfingu eða í tónlistina eða dansina eða hvað það nú er og leiðsögumaður hann hjálpar þeim að fara út á réttum stað og svo framvegis. Og svo er það að allir íþrótta- og frístundatímarnir fyrir börn í 1. og 2. bekk verði á tímabilinu 14 til 17. Að þetta séu þeir tímar sem eru fremstir í dagskrá íþrótta- og frístundaaðilana. Þessir liðir báðir eru á góðum rekspöl nú þegar. Svo er það kynningamálin og það er það sem við leggjum hvað mest áherslu á í þessu verkefni. Og það er kynning á íþrótta- og frístundastarfi er sameiginlegt verkefni. Þetta er sameiginlegt verkefni. Þjónustumiðstöðvar, leikskólana, grunnskólana, íþrótta- og frístundaaðilana í náinni samvinnu við samtök íbúa erlendum uppruna og foreldrafélög grunnskólana. Það eru allir sem er að vinna með börnum og úlingum, þeir taka þátt í þessari kynningu. Að koma upplýsingum íþrótta- og frístundastarfið á framfæri og það er mjög mikilsvirði að það samkomulag og samvinna hafi síðan ást. Og kynningin er með þrennum hætti. Í fyrsta lagi að þá er það í gegnum grunnskólana og leikskólana, það er komið lengra í grunnskólana hjá okkur og þá er það þannig að við sendum upplýsingar í grunnskólana allt íþrótta- og frístundastarfi sem er í boði í hverfinu. Skólastjórarnir, þeir fá sitt fólk, kennarana, til þess að kynna þetta fyrir börnunum og kennararnir, þeir finna börnin sem eru óvirk. Og síðan kemur til íþrótta- og frístundatengill og þegar að einhver kennari í 3. bekk er búinn að finna út hér eru 2 krakkar sem eru ekki að gera neitt, en þau langar að fara í skátana. Þá er haft samband í íþrótta- og frístundatengilinn, hann tekur við keflinu á kennaranum, aflar samþykkis foreldrarna fyrir því að hjálpa barninu við að komast í skátana, fylgir þeim á fyrstu skiptin sem þau mæta og undirbýr komið þeirra til skátafélagsins. Þannig á þetta að virka. Og þetta er gríðarlega mikilvægt að grunnskólarnir skuli hafa gengið í lið með okkur með að taka á sig þessa ábyrgð. Síðan er það liður 2 í kynningunni og það er í gegnum íbúa af erlendum uppruna. Og þá erum við búin að koma okkur upp við köllum það ambassadórakerfi. Við fáum tengilið úr menningarhópunum á erlendum uppruna til þess að hjálpa okkur við að koma á framfæri upplýsingum inn í viðkomandi hópa á viðkomandi tungumálum. Og þannig erum við að fara nýja leið sem þessar 2 leiðir, grunnskólinn og ambassadórakerfið, við vonumst til að það verði til þess að við náum til miklu fleiri barna heldur en við hefðum getað náð hefðbundinni kynningu sem við erum náttúrulega líka með, sem er 3. liðurinn. Það er bæklingar og auglýsingar, tilkynningar í fjölmiðlum og netmiðlum og svo framvegis á mörgum tungumálum. En megin áherslan og megin breytingin í kynningamálunum er þetta að kennararnir leita upp í krakkana sem er óvirk,
tengja krakkana við íþrótta- og frístundatengilinn sem tekur þau svo áfram. Og svo ambassadórakerfið. Síðan það sjöunda aðgerðin, það íslensku notkun, félagsleg þátttaka og samfélagsleg virkni. Við leggjum sérstaka áherslu á að sem sagt, innan íþrótta- og frístundaaðilana fari fram markviss örvun í íslensku notkun og félagslegum tengslum. Það sé sérstaklega unnið í því að nota íslensku í íþróttunum og skátunum og tónlistinni og það sem þarf að útskýra eitthvað og að þjálfararnir og leiðbeinarnir þeir vinni í því sérstaklega að tengja krakkana saman félagslega. Það sé ekki bara tilviljunum háð. Og áfram með þennan lið, við höldum sem sagt menningarnæmisnámskeið svokölluð fyrir kennara, leiðbeinendur og þjálfara til að efla skilning þeirra á mikilvægi þess að taka tillit til mismunandi bakgrunns barnanna. Og það eru nú þegar í vetur búin að fara 50 þjálfarar á svona námskeið í Breiðholtinu og sem sagt mikil ánægja með þetta meðal þeirra sem hafa tekið þessi námskeið. Sérstök áhersla á hvernig á að efla félagslega virkni, hvernig hægt að ýta undir íslensku notkun í íþrótta- og frístundastarfinu. Svo það styrktarsjóðurinn. Með þessu verkefni fylgir sjóður sem sérstakur styrktarsjóður sem er til stuðningsefna minni foreldrum þáttakenda til að standa straum að auka kostnaði svo sem vegna þáttöku í viðburðum, kaupa eða leigu á búnaði. Þið vitið það öll sem hafi eitthvað starfað í kringum íþróttir og frístundir að það oft litli peningar til að borga fyrir keppnisferðið eða tónleikaferðið eða leigja fiðlu eða hvað nú er og hér sjóður sem hjálpar þeim efnaminnstu í þeim efnum. Og þegar verið útluta fyrir nokkra umsóknir. Og svo það 9. aðgerðin, það víðtæk samvinna. Þjónustumiðstöð Breiðholts, leikskóla, grunnskóla, frístundamiðstöð, íþrótta- og frístundaaðilar og foreldrar vinna markvisst að því að auðvelda íþrótta- og frístundaþátttöku allra barna í Breiðholti, óháð bakgrunni og efnahag. Við erum að fara sömu leið og var gert hér rétt fyrir síðustu aldamót í sambandi við forvarnirnar. Að fá alla aðila sem að vinna með börnum og unglingum til að senda sömu skilaboðin úr öllum áttum, fara eftir sömu reglunum og efla þau í íþrótta- og frístundaþátttökunni. Og þessir aðilar hafa allir tekið mjög jákvætt í að starfa að þessu í sameiningu og ég held að ég vil teka sérstaklega fram að til dæmis grunnskólarnir og leikskólarnir í Breiðholti þeir eru alveg sérstaklega áhugasamir samvinnu hvað þetta varðar allt saman. Síðan þurfum við náttúrulega að vita hvort þetta gefur árangur og við erum að ganga frá samkomulagi við Menntavísindasvið við Háskóla Íslands rannsóknir og mat á framgangi verkefnisins og þá verður tekin upphafsstaða, það verður tekin staða á miðjutímabili og svo loka staða 2023 og aðrar rannsóknir gerðar í tengslum við þetta verkefni sem ég ætla ekki að fara nánar út í hér. En við væntum mikils af þessu. Við teljum okkur vera á góðum stað með íþrótta- og félagsstarfið í Breiðholti en við erum þó með þáttökuna prósentulega neðar heldur en í öðrum hverfum. Viljum komast upp í það að vera allavega jafningjar annarra hverfa í Breiðholti en það er ekki þannig að þetta sé ykkur stór vandamál. Við viljum bara verða ennþá betri en við erum nú þegar. Takk fyrir. Einhverjar spurningar eða? Spurningar? Það er mikrofónn á leiðinni, Árún. Er alveg upp í Breiðholti og þetta er svona stórt hverfi og þú erum 2 íþróttafélagarna IR sem býður upp á mjög margvíslegt starf og svo ertu með Leikni sem að býður að því ég best veit núna bara upp á fótbolta og krakkarnir, það var allavega þannig ekki að fara mikið á milli. Sjáu þið mun á efra Breiðholtinu og neðra Breiðholtinu
bara út af frambóði í rauninni að því fótbolti höfða kannski ekki alveg til alla, þá ég bara pæli í íþróttunum, ekki tómstundunum sérstaklega. Já, ég skilji. Þarf að endurtaka þess að... Nei. Já. Sko varðandi IR og Leikni þá IR hverfis íþróttafélagi fyrir allt Breiðholtið. En það samkomulag á milli félagana það að IR býður ekki upp á knattspyrnu í 111 hverfinu, efra hverfinu. Og það minni þáttaka í efra hverfinu heldur en í selja hverfinu. Það liggur fyrir og það líka þannig að það liggur fyrir að þáttaka barna af erlendum uppruna, hún mun lægri prósentulega heldur en þeirra sem eiga foreldrar sem tala íslensku eða eru fæddir Íslendingar. Það ofta verið talað að þetta að vera með 2 íþróttafélög í hverfinu sé hamlandi einhver leyti. Ég ætla ekki að fullir það og það engar rannsóknir sem að sýna beint fram á það. En það oft talað að það veri einfaldara að þetta væri á einni hendi. Spurning? Já. Komið sæl, ég Auður. Þakka fyrir fyrirlesturinn frá. Mér finnst svo frábært. Geturðu gefið okkur einhverju töfralaust hvernig náðuð þið öllum þessum aðilum saman á borðinu? Mér finnst það svo frábært að heyra það og ég held að það muni skila árangri hjá ykkur í þessu frábæra verkefni. Þannig að geturðu gefið okkur hinum ráð. Hvernig nærðu öllum á borðinu? Sko, eitt af því sem hafði mikil áhrif var að við störtum verkefni fyrir nokkrum árum sem töff verkefni. Og þar var erlendur aðili sem fór með okkur í alla grunnskólana og hann var mjög sannfærandi og á þá lund að það mætti sem sagt auðvelda börnum og úlingum að verða meiri þáttakendur í samfélaginu í gegnum íþróttir og frístundir. Og bara þessi umferð á starfsfólk grunnskólana held ég að hafi auðveldað okkur að byrja þetta verkefni, bara sem dæmi. Þetta tekur tíma að fólk fái trú á að það sé gott að vinna saman og að það geti átt hlut í einhverju, að skólinn geti átt hlut í því að efla íþróttir og frístundir sem dæmi. Við þurfum stundum einhvern frá útlöndum til að segja okkur hlutina og ég held að þetta hafi haft til dæmis mjög jákvæð áhrif og mér finnst þegar ég að fara á kennarafundina núna vera miklu jákvæðara viðhorf og bara frábært að fara og hitta fólki í skólunum núna og hvað það tilbúið í þetta verkefni og hefur trú á að við getum gert þetta saman. Ein spurning hér, ég ekki með mikrofónuna en hérna komin. Það aftur. Takk fyrir þetta. Ragnhildur heiti ég. Það ein spurning hérna, ég hefur verið beðin að kynna þetta fyrir öðrum hverfum í Reykjavík eða annars staðar? Nei, ekki ennþá. En það eru kannski ástæði fyrir því að þetta hefur verið að rúlla af stað hver aðgerðin á annar í vetur aðeins hægar heldur en við reiknuðum með og það er fyrst núna sem við erum komið með allar nýju aðgerðinar í gang. Það er bara út af COVID ástandinu en þetta er náttúrulega tilraunaverkefni í Breiðholtinu sem á síðan að nota sem fyrirmynd ef þetta tekst vel fyrir annar hverfi. En varðandi það sem Auður spurði langar mig aðeins að koma inn á að sko ég held að þetta tekur bara tíma að vinna þetta traust á milli stofnana og frjálsra félagasamtaka til dæmis. Bara sem dæmi þá tóku Íringa við rekstri íþrótta húsa árið 2011 fyrir borgina. Þá voru ekki margir sem hefðu trú á því að íþróttafélag geti ráðið við það. En nú það búið að sanna sig og það er alls konar verkefni sem hefur unnið saman, smærri íslenskum heldur en þetta, sem hefur sannfært okkur að fólki í stofnunum og íþróttafélagunum og dansskólunum og tónlistarskólunum hefur sannfært okkur að við getum gert þetta saman. Við erum öll í sama liðin í rauninni þegar við erum búin að móla niður þessar veggir sem eru á milli okkar.
Og það er bara tekið nokkur ár og er að mér finnst á frábærum stað í Breiðholtinu núna. Frábært. Ein spurning að lokum frá mér. Gerst ekki alveg með hennar? Þetta er fyrsta skipti sem ég heyri á starfsheitið frístundatengill. Já. Og mér finnst það hljóma gríðarlega áhugavert. Hvaða aðilar sem eru í þessum verkefnum og hvernig svona, hvar sækir maður bara? Og það er, í einu skólanum er þetta námsráðgjafinn sem að sér þetta. En í hinum 4 réðum við mann í hlutastarf sem að hefur mjög góða innsýn inn í allt íþrótta- og frístundastarf, mikla reynslu og þekkingu og hefur starfað að hluta til á þessu sviði í að tengja krakka inn í íþróttir og frístundir áður. En þetta er alveg rétt að vera, þetta er kannski nýtt starfsheiti eða hlutverk sem hefur ekki verið kannski mikið nýtt áður. Ég upplifi eins og þú veist að lýsa að fá að fylgja kannski krökkum í eitthvað sem við langar að prófa og upplifa í fyrsta skipti eða getur verið. Já, eins og þið sjálfsagt öll hafið upplifað þá er erfiðast að taka fyrsta skrefið inn á æfinguna eða í tónlistaskólan eða hvaða nú er maður mann eftir í sjálfur og ef maður hefur nú einhvern veginn hliðin á sér svona sem stuðningsmanna þá held ég að það muni hjálpa verulega til og sumir þurfa meiri stuðning en aðrir og við erum alveg viðbúin því að geta þurfa að styðja við einhverja svo vikum skiptir eða jafnvel mánuðum skiptir í þessu. Takk fyrir. Frábært, takk fyrir. Kærar þakkir Þráinn. Sérstaklega þakkir fyrir að vinna upp hérna 5 mínútna gat í dagskrána okkar. Það er vel gert. Við ætlum aðeins að setja upp fyrir Örnu Sigríði og svo gerum við okkur klár. Sjá. Já, bara þannig að hann er myndaðalega vel. Sjá. Skal ekki. Og við þakkum Þráni Hafsteinsinni aftur fyrir. Síðasta erindi okkar áður en við tökum okkur smá hlé. Með sérstök ánægja að kynna nemend okkar hér í íþróttafræði HR, Örnu Sigríði Albertsdóttir. Arna er fyrrum skíðakona en hlaut mænuskaða sem unglingur og stundar nú handahjólreiðar. Stundar líka skíði, eða ekki alveg? Jú. Já, fyrrum kannski ekki alveg. Í erindi sínu frá svigsskíðum og yfir í handahjólreiðar talar hún reynslu sína af keppnisíþróttum fatlaðra sem og ófatlaðra og mismunandi viðhorf og orðræðu í fjölmiðlum íþróttafólk beggja megin. Arna Sigríður, gjörðu svo vel. Ég er sem sagt fædd og uppalin á Ísafirði og fékk að prófa allar þær íþróttir sem fóru í boði. Þegar ég var barn þá snerist íþróttir fyrir mér aðalega félagslega þáttinn. Að fara á íþróttaæfingu með vinum og ég er gríðarlega þakklát fyrir öll þau tækifæri sem ég fékk. Þau gerðu mig kleift að byggja upp góð vinatengsl og venjast hreyfingu sem eðlilegum hluta af daglegu lífi. Þegar ég komst á unglingsárin þá einbeiti ég mér að svigsskíðaiðkun. Ég fann að skíðin átti vel við mig, ég naut þess að vera upp í fjalli og ég var samviskusöm
og lagði mikið á mig til að ná árangri. Þegar ég var 16 ára, árið 2006, þá var ég með liðinu mínu frá skíðafélagi Ísfirðinga við æfingar í Noregi þegar ég datt, fór út af brautinni og lenti á tré. Afleiðingar slyssins voru alvarlegar, þær langvinnustu að mænuskaði, þannig að núna hef ég enga hreyfigetu eða tilfinningu fyrir neðan brjóst. Og þar sem að ég var íþróttakona fyrir slys, þá gæti sem haldið að væri rökrétt að áframhalda að byrja strax að stunda íþróttir fyrir hreyfihamlaða. En í mínu tilviki var það alls ekki þannig. Í fyrsta lagi tók það mig mörg ár með þess að vera sjálfstæð aftur, að læra hluti upp á nýtt sem voru áður sjálfstæðir, og í öðru lagi var það hugafarið. Þegar ég var 16 ára, og ég held að sé svolítið margir þegar þeir eru 16 ára, þá finnst manni maður að vera ósigrandi og maður heldur að komi ekkert fyrir sjálfan sig, og það tók mér rosalega langa tíma að sættast við stöðuna eins og hún var orðin. Ég ætlaði alls ekki í neinar íþróttir fyrir fatlaðra, ég ætlaði bara að fara aftur á skíði og aftur í fótbolta. Þegar ég horfi tilbaka núna, þá tel ég mig hafa svolítið fordóma gegn íþróttum fatlaðra á þessum tíma, en eins og ofta voru þessi fordóma bara byggðir á fáfræði. Ég vissi ekki hvað íþróttaiðkun fyrir fatlaðra snerist og það var lítið í boði heima á Ísafirði. Sundhöllin á Ísafirði er algjörlega óaðgengileg og vegna fámennisins það var lítið annað í boði. Eftir nokkur ár sem voru erfið, þá fann ég að ég var tilbúin að prófa eitthvað nýtt og mér vantaði einhverja hreyfingu og útrás, þannig að svo ég tala ekki um útiveru. Þá fann ég handahjól á netinu og pantaði það frá Bandaríkjunum alla leið heim til Ísafjarðar án þess að hafa haft tækifæri að prófa. En á þessum árum voru samfélagsmiðlar í hraðri þróun, þannig að ég gat fylgst með og fengið hugmyndir frá öðrum í minni stöðu gegnum netið og þannig fann ég einmitt handahjólið. En það er einmitt eitt það sem ég tel hvað mikilvægast þegar kemur að íþróttaiðkun fatlaðs og hreyfihamlaðs fólks, er að hafa fyrirmyndir og svona fræðslu frá jafningjum. Að geta lært af öðrum, það styttir manni leiðirnar og það hvetur mig ekkert jafn mikið og sjá einhvern í svipari stöðu og ég gera eitthvað sem ég hélt að ætti að vera ómögulegt. Ég væri alls ekki á þeim stað sem ég er á núna á þess að hafa gríðarsterkar fyrirmyndir í íþróttum fatlaðra, bæði hérlendis og erlendis, og góða vini í svipari stöðu sem hægt er að leita ráða hjá. Við á Íslandi erum nefnilega rosalega heppin að hafa marga afreksíþróttamenn úr röðum fatlaðra og Íþróttasamband fatlaðra stendur sig mjög vel að sinna þessum hópi sem á öðrum hópum og heldur út gríðarlega öflugu starfi, til dæmis fyrir fötluð börn. En mín tilfinning er sú að öll íþróttahreyfingin, hún missi af öðrum hóp fatlaðs fólks. Fólk sem annarkvort missir áhugann á þeirri íþrótt sem það æfði sem barn og unglingur, hefur ekki haft neina íþrótt eða slasast eða fatlast seinna á ævinni. Fólk sem hefði annars kannski farið í almenningsíþróttir, hóptímaði, líkamsrækt, skokkhópa, skíða, hjólreiðar. Mín upplifun er að sé lítið í boði sambærilegt þessu eða þá kannski bara erfitt að nálgast það upplýsingar. Þar sem að íþróttaiðkun þessa hóps, þá fólks með fötlun, hefur lítið verið rannsökuð, þá vitum við ekki hver staðan er í raun og veru, einhver sem ég tel mjög nauðsynlegt að bæta. En upplýsingar sem ég hef eru náttúrulega mest frá fólkinu í kringum mig og það er svolítið einsleitur hópur. Þetta eru fólk sem er með sömu hreyfiskerðingu og ég, eða fólk sem kannski ég þekki úr íþróttunum. Fólk sem ég tala við á mínum aldri og ólst upp með fötlun eða hreyfiskerðingu var oft ekki með skólafélögum sínum í leikfimi í grunnskóla og fekk oft alveg að sleppa við leikfimi í framhaldsskóla. Það er eitthvað sem ég held að við komum seint að því hversu mikil áhrif þessi útilokun hefur í för með sér, andleg, líkamleg og ekki síður félagsleg, en það er mín upplifun að flestum stöðum hafa þetta breyst í dag. Þær rannsóknir sem ég hef þó skoðað, og oftast erlendar, hafa sýnt að fötluð börn stundi sjaldnar íþróttir en önnur börn, hreyfi sig minna innan skóladagsins þá eins og í frímínútum og séu líklegri til að þróa með sér lífsstílssjúkdóma en jafnaldra þeirra. Og þess vegna er ennþá mikilvægara að virka þessi börn í skipulögðu íþróttastarfi. Það er mikil áhersla lögð í náminu mínu hérna í íþróttafræði HR að auðvelt sé að finna
í íþróttakennslu verkefni sem henta hverjum með einum án þess að það bitni á kennslu hópsins. Og það það sem að kannski Ingi Þór sem kennari hérna og hélt fyrirlestur í fyrra tala mikið og við viljum ekki að allir fara á sama level og svo sem mest fatlaður. Ég vil ekki að vera stunda íþrótt með vinkonum mínum og þær þurfa allir að sitja, það náttúrulega bara farlegt. En það ekkert mál að það séu allir á sama stað og allir fá bara verkefni við hæfi. Þó margt hafi breyst til betra, þá ennþá ótal margt sem vantar upp á til að stuðla þátttöku fatlaðs fólks í íþróttum. Fólki með fötlun oft ekki veitt þátttaka í íþróttaviðburðum sem einmitt ætlar almenningi. Fólk sem skipuleggja þessa íþróttaviðburði virðist oft mikla fyrir sér þátttöku fatlaðs fólks til það heilmikið verkefni sem erfitt eða ómögulegt sé að leysa á meðan það sama fatlað fólk hefur alla sína ævi þurft að leysa álíka vandamál og orðið sérfræðingar í að finna lausnir, þá í staðinn fyrir að fá álit eða hjálp, þá finnst mér stundum eins og skipuleggjendur blási upp vandamál sín á milli sem eru hreinlega ekki til staðar. Ég bara á fáránleg dæmi sem eru alltaf nýleg. Það stórt alþjóðlegt styrktarhlaup fyrir fólk með mænuskaða sem á að vekja athygli og safna pening til rannsókna. Erlendis þetta mjög vinsælt að þá fólk að rúlla sér á hjólastólunum sínum á meðan fólk að hlaupa. En fyrir nokkrum árum var þetta haldið á Íslandi á Malarstíg þar sem það óaðgengilegt fólk í hjólastól. Ég hugsa, já, við skulum safna fyrir rannsóknir á þínum mænuskaða og vekja athygli á honum, en þú skalt samt bara vera heima. Við vitum alveg hvað þetta fáránlegt. Síðustu helgi ætlaði vinkona mín með 7 öðrum vinkonum sínum sem voru búnar að hjálpa henni að fara á skíðanámskeið. 2 dögum fyrir brottför var hringt í hana og taldi upp ótal ástæður af hverju hún ætti ekki að mæta og af hverju þetta væri erfitt. Ein og uppáhalds ástæða mín var að það yrði svo mikill snjór á skíðanámskeiðinu. Ég veit ekki ykkur, en ef einhver hringir í mig 2 dögum fyrir með námskeið, þá ég sennilega að fara með ástæður af hverju það ómögulegt, þá ég sennilega að fara að hætta við. En hún mætti og kenndi öllum í kringum sig að það var ekkert mál. Hún hafði mjög gaman á þessu námskeiði, skipuleggjendur báðu hana margoft afsökunar að þeir áttuðu sig á því. Hún veit best hvað hún getur gert og hún sýndi þeim það að þetta var ekkert mál. Ég þarf ekki að taka það fram hversu góð andleg og líkamleg áhrif hreyfing hefur okkur öll, en ég þarf varla að taka því fram því miður hversu slæmt aðgengi getur verið að líkamsræktarstöðum og íþróttamannvirkjum. Aðgengisleysi sem útilokar stóran hóp fólks frá því að stunda íþróttir og hreyfingu og það sem ekki síður mikilvægt, það útilokar þennan sama hóp frá því að fylgjast með íþróttaiðkun. Þá þetta íþróttaiðkun fjölskylduvína eða að vera áhorfendur á íþróttaleikjum. Í lokaverkefni sínu frá tómstunda- og félagsmálafræði frá Háskóla Íslands árið 2017 rannsökuðu Alexander Harðarson og Ólafur Þór Davíðsson aðgengi fatlaðra stuðningsmanna að knattspyrnuvöllum í efstu deild karla og kvenna. Þar kom í ljós að aðgengi fatlaðra stuðningsmanna á völlum var oft mjög ábótavant, sjónlína var til dæmis oft skert og fatlaðir stuðningsmenn þurftu að sitja annars staðar á vellinum en félagar þeirra. Engin stefna var til staðar í þessum málum, né viðmið hvað teljist gott aðgengi, en í byggingareglugerðum allt frá árinu 1979 hafa verið skyldur aðgengi fatlaðs fólks, en ennþá árið 2021, þetta rosalega mörg ár, verið að smíða áhorfendapalla og opna líkamsræktarstöðvar þar sem aðgengi mjög ábótavant. Ofan á aðgengisleysi sem hamlar fólki bætir síðan við mikill kostnaður við kaup á hjálpartækjum, sérhæfðum til íþróttaiðkunar sem á engan hátt styrkta hinu opinbera, fyrir utan þá niðurfellingu virðisaukaskatts ef að þessi íþróttatæki eru innflutt til notkunar í keppni. Ég ein af þeim heppnu sem hefur fengið tækifæri til að eignast ýmiss konar íþróttatæki eins og handahjól og skíðastól, en almennt sé kostar þessi tæki oft tífalt meira fyrir hreyfihamlaða en sambærilegi tæki fyrir almenning. Það verður talað kannski reiðhjól fyrir mig kostar eins og bíll fyrir ykkur, en reiðhjól fyrir, reiðhjól, handahjól getur kostað eins og lítill bíll, en við vitum að reiðhjól ekkert rosalega stór fjárfesting. Oft
bætist svo á að þessi einstaklingar sem þarfast þessar íþróttatækja eru oft með skerta starfsorku og þar af leiðandi verri kjör. Svo það er mitt hjartans mál að berjast fyrir auknu aðgengi fólks með fötlun eða hreyfihömlun að íþróttatækjum vegna þess að ég veit hversu mikið það getur bætt lífs fólks, eflt sjálfstæði, aukið andlega og líkamlega heilsu og þetta eru hlutir sem eru margfalt virði á mínu mati þess kostnaðar sem þessi íþróttatæki kosta. Það er samt ekki bara slæmt að vera íþróttakona með hreyfihömlun, tækifærin eru mörg og það getur verið auðvelt að koma sér á framfæri. Orðræðan íþróttafólk með fötlun finnst mér samt oft mjög skrítin. Í fjölmiðlum eru oft ekki gerðar miklar kröfur til þessa einstaklinga og íþróttafólk með fötlun er ekki tekið jafn alvarlega og öðru íþróttafólki. Í fjölmiðlum er vinsælt að skrifa íþróttamannin sem er fatlaður en lætur það þó ekki stöðva sig í að stunda íþróttir. Í mjög mörgum greinum sem hafa verið að skrifa mig kemur fram að Arna Sigríður hafi lamast í skíðaslysi en lætur það þó ekki stöðva sig og stundar handahjólreiðar. Ef það er aðdáunarvert að láta það ekki stoppa sig í að stunda íþróttir, erum við ekki þá að segja að það sé eðlilegt að láta það stoppa sig? Að það sé eðlilegt að stunda engar íþróttir, að hreyfa sig ekki neitt eða jafnvel gera ekki neitt og vera ekki hluti af samfélaginu? Og hvar liggja þá mörkin okkar? Er íþróttamaður aðdáunarverður ef hann lætur mænuskaða stöðva sig? Er hann aðdáunarverður ef hann lætur tognun stöðva sig? Er hann aðdáunarverður ef hann lætur lesblindu stöðva sig? Eða er hann aðdáunarverður ef hann vakti í alla nótt og horfði NBA en lætur það sko ekki stöðva sig og mætir á æfingu daginn eftir? Hvar eru mörkin okkar? Fyrir mér er þetta ekkert flókið, fólk er bara fólk og sumir vilja leggja mikið á sig til að vera afreksíþróttamenn og aðrir ekki. Sumir vilja stunda íþróttir til að rækta heilsuna og sumir vilja stunda íþróttir til að hafa gaman, sumir hreyfa sig mikið og aðrir lítið. Auðvitað í dag er lífið flóknara fyrir mig en það var áður en ég slasaðist. Það er fín lína milli þess að taka allt á hörkunni og viðurkenna að stundum eru dagarnir mjög erfiðir, einfaldir hlutir taka með mun lengri tíma en áður og ég þarf að hugsa vel um mig. Mænuskan hefur áhrif á allt lífið, hvern einasta dag og ekkert er eðlilegra en að fólk kenni í brjóst unga stelpu sem slasast alvarlega. En það er hættulegt að fórnarlambavæða einstaklinga sem lifa með fötlun og skerðingu. Það hefur ekki góð áhrif á neitt til lengdar. Betri sjálfsmynd er eitt af besta sem íþróttirnar hafa gefið mér. Nei, ég kemst ekki yfir stóran þröskuld eða upp tröppu, en ég get hjólað 100 km, farið á sjóskíði og í paraglæting. Ég vil enga vorkunn, ég vil leggja hart að mér af því að ég vil ná árangri. Ég vil að séu lagðar sömu kröfur til mín og annarra íþróttamanna. Ég vil ekki neina sérmeðferð en auðvitað krefst íþróttaiðkun mín aðlagana og að allir séu lausnamiðaðir og frekar jákvæðir. Ég er mjög heppin að hafa lausnamiðað fólki í kringum mig sem hvetur mig áfram og setur á mig hæfilega kröfur og íþróttahreyfingin á Íslandi er rík af svoleiðis fólki sem sér tækifærin en ekki hindranirnar. Í dag æfi ég að keppa á handahjóli, hjóli sem að sér smíðað fyrir mig svo ég geti knúið það áfram með höndunum. Ég hjóla inn á treyniraveiturnar eins og annað hjólreiðafólk fólk á Íslandi, stunda styrktarþjálfun, læri íþróttafræði hérna í HR og fer stundum á skíði. Eins og allir þá á ég slæma daga og góða daga en fyrst og fremst er ég hjólreiðakona sem vill ná árangri. Ég er ekki kona sem einkennist af hreyfihömlun sinni. Ég vildi óska að allir sem á einhvern tímann fatlast, hvort það sé alla ævi eða stuttan hluta á ævinar, fái minnstakosti brot af þeim tækifærum sem ég hef fengið. Í dag er það nefnilega alls ekki þannig. En ég vil leyfa mér að vera bjartsýn að það breytist fljótt. Ég veit alla jákvæðnina og viljan sem er til staðar. Ég veit að það séu allir sammála að íþróttir séu fyrir alla. Núna þurfum við bara að gera eitthvað í því. Takk fyrir mig. Spurningar? Er einhverjar spurningar? Frábæra fyrirlestur. Ég heiti Auður. Ég var með spurningu á henni, með spurningu aftur núna. Mér er svo frábært hvernig þú talar
að aðrir geti upplifað þessi tækifæri sem þú hefur upplifað. Og ég veit að það er fullt af fólki að horfa, ég sé það á tölunum og skjánum, að áttu einhver svona 1 eða 2 lítil tips, eitthvað sem að fólkið í íþróttarhreyfingunum getur farið heim til sín og gert núna til þess að veita fleirum tækifæri svo að þeir geti tekið þátt í starfinu og upplifunum eins og þú hefur fengið að njóta? Bara að vera svolítið bara opinn og svona óhrætt að leita sér aðstofar. Það er fullt af fólki eins og þú veist, ég og aðrir. Það sem skemmtilega sem ég geri er að hjálpa öðrum og þú veist, ég er búin til að veita bara aðstoð. Þannig ég held að sé bara svona að vera svolítið opinn og já. Og auðvitað er mjög erfitt fyrir fólk, það sér það svolítið, það er svolítið kannski meira skrif fyrir hreyfihamlaða að fara á íþróttaæfingu heldur en kannski fyrir aðra, þannig að bara vera hvetjandi líka. Já, sæl, Jóna heiti ég, takk fyrir fyrirlesturinn. Þú talar andlega hliðina að þegar þú varst að ná þér aftur á strik, getur þú gefið okkur eitthvað svona hugmyndir með verkfæri sem þú notaðir upp að breyta hugafærinu? Já, það var eiginlega þessi skilgreining, skilurðu, og þessi fórnalamb, þú veist, að hætta að líta sig sem fórnalamb af því að þú veist, það lenda allir í einhverju. Þú veist, ég hef það bara frekar fínt með marga aðra, finnst mér. Þannig að ég held að það sé kannski þetta hugafar. Já, en samt bara, þú veist, þarf hann líka svolítið að gefa sér sjans, þú veist, það kemur ekki alltaf á einu degi og já, bara byrja hægt og þú veist, það er bara miklu meiri búði heldur en maður kannski heldur. Frábært. Kæra þakkir Arna. Við gerum stutt hlé, byrjum aftur 20 mínútur í 3. Blessa með hann.
Jæja, velkomin aftur. Við höldum áfram, við höfum 3 áhugaverð erindi eftir og næst ætlar Tótla I. Sæmundsdóttir, fræðslustýra Samtakanna 78, að kynna niðurstöður líðan hinsegin ungmenna í íþróttum og titill erindis hennar Hinsegin í íþróttum, rannsókn á líðan hinsegin ungmenna. Tótla, gjörðu svo vel. Takk kærlega fyrir. Mér langaði að spjalla við ykkur að vera hinsegin í íþróttum. Þessi könnun sem við vorum að tala var upprunalega gerð í skólaumhverfinu en hefur í rauninni alls konar snertifleti við íþróttina. En svona alveg í upphafi, þá langar mér bara örstutt að tala þetta, af því að við erum svolítið ringluð oft í því hvað að vera hinsegin. Og það rauninni, þegar við vorum stofnuð Samtökin 78, þá vorum við félag homma og lesbí á Íslandi. En svo bættust alltaf við fleiri hópar. Þannig að í staðinn fyrir að ég var alltaf að þylja eitthvað upp einhverja runu, þá kusum við nýtt orð sem hinsegin. Og það er regnhlífar hugtak yfir þessa 4 hluti. Kynhneigð, sem við þekkjum flest, en ekki, gagnkynhneigðir, hommar, lesbíur, tvíkynhneigðir, svo framvegis. Kynvitund, og þannig erum við að tala um transfólk og sísfólk. Sísfólk fyrir þá sem ekki vita, ekki transfólk. Kyneinkenni, og þá erum við að tala um ódæmigerð kyneinkenni, það sem við köllum í daglegu máli intersex, og svo eru markkynja þeir sem eru ekki intersex, og kyntjáning sem er í rauninni bara hvernig við tjáum kyn okkar út á við, hvernig fötum við erum í, hvernig hárið okkar hvernig við erum. Þannig að, já, við erum að skoða þessa 4 hluti þegar við erum að tala um hinseginleikann, eða hvað það að vera hinsegin. Allavega, stutt innskot. Þetta var skólakönnun sem var upprunalega samstarfsverkefni Samtakanna 78, Teachers College, Columbia University og GLSEN, sem Gay, Lesbian and Straight Education Network og heitir School Climate Survey. Mér langaði að taka þetta saman að því ég var í rauninni bara að taka þessa snertiflöti sem snúa að kannski íþróttum. En þetta var upprunalega gert á skólaumhverfinu. Og þetta voru þátttakendur á aldrinum 13–20 ára sem voru í grunnskóla eða framhaldsskóla á skólaárunum 2016–2017 en var tekið ára eftir. Könnun var netkönnun og loka úrtakið samanstóð af 181 nemanda á aldrinum 13–20 ára. Örstutt, bara svona sjáu aldursdreifingar á þessu. Meðalaldurinn var í kringum 16,7 ár.
Og hér sjáum við kynhneigða skiptingu. Hérna, flestir sem tóku þátt voru tvíkynhneigðir. Og svo kynjaskiptingu. Og við erum með yfirbyrjandi hlutfall kvenna þarna í rannsókninni, svo þið sjá kannski. En það sem mér fannst svona áhugaverðast í þessu var í upprunalega voru þið spurð hvaða ástæða gæti verið því að það verið óörugg. Og þá töluðu sem sagt, þriðjungur talaði kynhneigð, 28% töluðu þyngd, þriðjungur talaði fjórðungur talaði kyntjáningu, svo kemur námsgeta og kyn. Þannig sjáum við þarna þessa faktora, kynhneigð, kyntjáning og kyn svona þessir 3-5 efstu. Og svo eru þessi rými sem mér var svona áhugavert kannski fyrir ykkur að sjá. Hvar krakkarnir voru óörugg í skólanum og staðir sem þau forðast vegna óöryggis. Og þar var efst búningsklefarnir, svo eru það leikfimitímarnir og næst kemur íþróttahúsin. Og þó í sjálfu sér kæmi þetta okkur ekkert sérstaklega óvart, þá er þetta svona þessi kynjuðu rými sem hinsegin krakkarnir að forðast helst. Skoðum það betur á eftir. Hér er yfirlit yfir það hversu oft hinsegin nemendur verða fyrir munnlegri áreitni. Hérna, þið sjáu kannski kvarðan, blátt sjaldan, gult stundum, appelsínugult oft og þessi rauðleiti mjög oft. Og ég ákvað bara að taka það saman í eina súlu, þannig að þið var ekki með eitthvað talnakraðak, töluðu sem sagt, þriðjungur talaði að þeir eru fyrir munnlegri áreitni vegna kynhneigðar, 21,7% vegna kyns og fjórðungur vegna kyntjáningar. Næst sem vorum að skoða svo líkamlegt áreiti og þetta er þegar verið að hrinda krökkunum og svo framvegis. 12,6% talaði líkamlegt áreitni vegna kynhneigðar, 6,2% talaði vegna kyns og 5,3% töluðu með áreiti vegna kyntjáningar. Svo er það líkamsárásirnar. Og hérna erum við bara að tala þegar við erum að ráðast á krakkana. Þetta eru högg og spörk og svo framvegis. 4,6% tilkynntu að þau hafa orðið fyrir líkamsárás vegna kynhneigðar sinnar, 2,9% vegna kyns og 3,6% vegna kyntjáningar. Hér er svo verið að skoða áhrif á líðan ungmenna að heyra niðrandi ummæli hinsegin fólk. 53% hinsegin nemenda segja að niðrandi ummæli hinsegin fólk hafi mikil eða mjög mikil áhrif á líðan þeirra. Það sjá þessa skiptingu. Oft er einhvern veginn, þegar við komum inn í skólana þá heyrum við þessi orð, homofóbísk ummæli á göngunum og annað slíkt og það virðist einhvern veginn vera lítil þekking það hversu mikil áhrif þetta hefur á hinsegin börn þegar þau eru í þessu umhverfi. Það sem ég fannst svona áhugaverðast fyrir ykkur að vita, þetta er stór rannsókn sem þið getið skoðað svo bara á heimasíðunni okkar, samtökin78.is/skólakönnun, er að það bil helmingur nemendanna tilkynnti aldrei áreiti eða ofbeldi til fullorðinna. Ungmennin töldu að samnemendur þeirra væru líklegri til að grípa inn í en fullorðnir ef þau eru vitni að homofóbískum ummælum. Tæplega helmingur taldi að fullorðnir í skólaumhverfinu grípu aldrei inn í, starfsfólksskólanum eða kennarar eða þjálfarar eða eitthvað slíkt, en töldu aðeins líklegra að samnemendur þeirra myndu grípa inn í. Helmingur nemendanna, tæplega 48%, hafði aldrei heyrt alla sína skólagöngu talað hinsegin fólk eða menningu í jákvæðu ljósi. Og þetta voru svona þessir helstu punktar sem þau voru að kalla eftir. Það er að segja að fullorðna fólki gripi inn í þegar þau væru vitni á homofóbískum ummælum og að og það væri einhvers konar endurspeglun á þeirra menningu í þeirra umhverfi. En nú er ég búin að messa yfir ykkur hvernig ástandið er. Hvað getið þið gert í þessu? Alltaf að grípa inn í þegar þau eru vitni á homofóbískum eða transfóbískum ummælum. Af því að þjálfarar og þessi stýra íþróttahreyfingunum setja tónin fyrir umræðuna innan hópana. Hommabrandarar eru til dæmis ekki meinlausir þó að meiningin á bakvið á eigi ekki vera slæm.
Í mínu starfi fer ég mjög reglulega inn og tala við ungt fólk, ég tala við ungmenni, ég tala við börn. Og nánast undantekningarlaust þá mæti ég hefur reyndar aldrei mætt hóp af fordómafullum ungmennum. Það er bara aldrei gerst. Ég hef aldrei setið fyrir framan, eða staðið fyrir framan 30 manns sem eru homofóbiskir. En þau nota einhverjum einasta skóla sem ég fer í, þá heyri ég hommalegt, hommi, faggi, svona orðræðu nota. Mjög ítrekkað og krakkarnir átta sig engan veginn á hvaða þýðingu þetta hefur. Þau halda þetta sem meinlaust, þau eru bara að grínast, þau meina það ekki að hommar séu slæmir við þið, en það er það sem þau eru að segja. Þess vegna þurfum við fullorðna fólki að setja fordæmi fyrir þau og grípa alltaf inn í þegar við heyrum þetta og útskýra fyrir þeim hvað þau eru raunverulega að segja. Gera ráð fyrir fjölbreytileikanum í starfinu og gera ekki ráð fyrir að allir séu gagnkynhneigðir með kynvitund og ekki intersex. Það er að segja, bara í okkar menningu þá göngum við út frá því að allir séu gagnkynhneigðir og sís, þangað til að annað kemur í ljós. Það er svona útgangupunkturinn okkar þegar við hittum nýtt fólk til dæmis. Mikilvægt að tala opinn og fordómalausan hátt hinsegin fólk og ekki sneiða framhjá því eins og það sé skammarlegt. Ítrekkað heyrt sögur af því að makar séu kallaðir vinir eða jafnvel systur. Það var eitt dæmi par sem var í saman í íþróttarhreyfingunni og alltaf verið að tala er systir að koma á æfingu, bara konan mín sem ég bý með. Þannig að já, það er bara mikilvægt að opna á þetta. Það sé ekkert feimnismál að vera hinsegin heldur. Skýr og jákvæð skilaboð. Þó að þið vitið að hvað þeir standi gagnvart hinsegin fólki, þá þýðir það ekki að krakkarnir og ungmennin vita. Oft þarf ekki nema bara lítil tákn, kannski regnbogafána á skrifstofuna eða á íþróttatöskuna eða einhvers staðar sem krakkarnir grípa. Af því að ég veit allavega fyrir mitt leyti að þegar ég labba inn í nýtt rými og sé regnbogafána, þá veit ég að ég er velkomin. Það þarf ekki meira til og ég mun alltaf sjá hann ef hann er í rýminu. Þetta er bara, ég sér þjálfuð því að spotta regnbogafána. Skoða kynjuð rýmin. Þetta er náttúrulega það sem krakkarnir forðast helst og eru hræddust við. Eru allir velkomnir inn í þessi rými? Er þriðji möguleiki á klefa? Geta krakkarnir farið saman í sund? Búningsklefar, vitið þið? Öll þessi kynjuð rými, klósett. Skoða bara aðstæður. Möguleiki að búa til einhvers konar kynhlutlaust rými? Af því að það er ekkert allir sem passa inn í ramman annaðhvort stelpa eða strákur, vitið þið. Við ráðningar, til dæmis að þjálfurum erlendis frá, er mikilvægt að gera grein fyrir því að virðing sé fyrir hinsegin fólki sé liður í jafnréttissjónarmiðum félagsins. Og stærsti punkturinn, þið þurfið ekki að vita allt. Það þarf enginn að vita allt. Það þarf enginn að vera sérfræðingur í öllu því sem kemur að hinsegin fólki. En það er bara mikilvægt að bera virðingu fyrir því. Og virða þau nöfn og þau fornöfn sem fólk vil nota. Við erum til staðar, Samtökin 78, alltaf. Við erum alltaf til staðar, það má alltaf hafa samband með okkur, það má senda okkur spurningar, það má leita til ráðgjafanna okkar með allt sem snýr að hinsegin fólki. Þannig að langmestu máli skiptir að vera til staðar fyrir iðkendur og sýna þeim stuðning. Við byggum til bækling transbörn og íþróttir með íþróttasambandinu. Mér er algjörlega frábær sem hefur svona bara er þetta nálgast á isi.is, gerir ég ráð fyrir. Já, takk fyrir komendur úr salnum, það var mjög hjálpsamt. Alltaf þetta nálgast hann og fara í gegnum þetta. Og það er svona teknið saman helstu punktar, bara hvernig er hægt að gera íþróttarhreyfinguna transvænni, hvernig er hægt að taka betur á móti þessu krökkum. Og svo er náttúrulega alltaf í boði að hafa samband við Samtökin 78 og leita til ráðgjafan okkar. Við erum með síðu sem er með öllum þessum hugtökum og meira til, sem heitir hinsegin frá Ö til A. Þarna er útskýringar, ef þið sitja eftir ráðvillt með þessi orð sem ég notaði þarna áðan, þá er að gera að kíkja á otila.is eða hinsegin frá Ö til A. Það er auðvelt að leita sér upplýsinga og fara yfir þetta. Það er til dæmis dæmisögur
frá fólki sem trans, dæmisögur frá fólki sem intersex, allar mögulegar og ómögulegar kynhneigðar, viti, það allt þarna á svæðinu og endilega renna yfir það. Já, ég fór yfir þetta á leifturhraða. Náðu einhverju því sem ég var að segja eða? Já, ég var svo stressuð að ná að segja ykkur allt að ég óð bara áfram. En þá ætlum ég bara að segja takk kærlega fyrir mig. Það var gaman að fá að vera með ykkur. Kæra þakkir, Tóla. Þú kannski þarft að svara einhverjum spurningum. Já, þú meinar. Ég bauð ekki eins og upp á það. Já, endilega. Hafrún Kristjánsdóttir, ert þú með mikrofóninu? Er þetta ekki mikrofóninu? Já, Hafrún heiti ég. Takk fyrir og ég finnst frábært bara sem að ISÍ til þess að vera að vinna með ykkur varðandi að opna og gera íþróttahreyfinguna velkomnari fyrir transfólki. En það sem að ég hef ekki ennþá fundið einhvern veginn svarið við, eða kannski bara ekkert svar, að hvernig þegar kemur að afreksíþróttamönnum og transkonum. Af því að það mjög líklegt ef að transkona hafi töluverð yfirburði yfir þá sískonur, já, er ég með þetta? Að þú veist, þetta bara svolítið flókið, þú veist, hvernig á að hafa íþróttastarf fyrir transkonur þar sem allir keppa á jafnréttisgrundvelli sem einhvern veginn svona grunnur íþróttana. Hafið þið eitthvað pælt í þessu eða svona velt þessu upp og... Við höfum náttúrulega rætt þetta fram og tilbaka. Alþjóð íþróttahreyfingin hefur að svara þessu einhverju leyti. Það er að segja sett mörk á testosteróni sem þú mátt keppa sem afreks íþróttamanneskja. Þannig að ef þú ert yfir því magni þá ertu í rauninni ekki að keppa í kvennaflokki lengur. Þannig að það var í rauninni lausnin sem var sem alþjóða íþróttarhreyfingin tók upp líklega eftir Caster Semenya intersex spretthlauparann að í rauninni að setja fólki í hormónamælingar. Að því leið og í rauninni þú ert komin niður fyrir eitthvað ákveðið level á testosteróni, þá vöðvabyggingin ekki svo sama. Það var, það var hugmyndin. Þá kannski follow-up spurning af þessu. Þú veist, er það eitthvað sem að transsamfélagið hérlendis, erlendis sátt við eða? Það er alltaf mjög mismunandi skoðanir á þessu, eins og flestu, En okkar afstaða hér á Íslandi hefur verið svo að fólk má keppa með þeim hópi sem það kýs að keppa með. Svo það náttúrulega bara að skoða þetta þegar þú ert komin upp á afreks íþróttasviðið. Það er náttúrulega svolítið öðruvísi mál. En ég get voðalega lítið sagt það í rauninni. Fleiri spurningar? Ingi Sveinn að fyrstur til þess að senda inn spurningu. Einmitt. Mjög gott. Þá skulum við gefa Tólu gott klapp. All right. Ég held ég bara að muna allt sem að tæknimaðurinn fór yfir með mér hérna í hlénu. Næstur er Ingi Þór Jónsson, ólympíufari í sundi, en hann flytur erindi drauma og veruleika í íþróttaheiminum hérlendis og erlendis og áhrif eitraðkalsins á líf allra sem tilheyra minnihlutahópnum.
Erindi hans með titilinn 37 árum síðar, upplifun samkynhneigðs ólympíufara. Ingi Þór, gjörðu svo vel. Mér langar að þakka fyrir að fá að vera með ykkur í dag. Það var alls ekki auðveld ákvörðun að minni hálfu þar sem ég hef langmestum hluta ævinnar starfað erlendis við svona hinsegin verkefni. Og ég var ekki alveg viss hvernig ég ætti að koma að því sem ég vildi, svo ég fór að googla eins og maður gerir og fyrir algjöra tilviljun finn ég alveg stórkostlega rannsóknarritgerð eftir Svein Semper frá því 2019 sem kveikir svona rosalega í mér og staðfestir á svo margan hátt reynslu mína og þá það að ég hafi eitthvað að segja þessi mál á Íslandi. Og ég þakka þér kærlega fyrir, Sveinn. Ég vonu sért að horfa. Núna dálítið gaman við séum hérna að það áratugur aðgerða hjá Sameinuðu þjóðunum, þannig að það dálítið gaman svona að sitja með það þegar maður ákveða svona erindi við hliðin á sér og einnig þetta með þennan titil að ráðstefni hérna íþróttir eru fyrir alla. Erum við að tala þá almennt íþróttir eða íþróttir, keppnisíþróttir, ég ekki viss, en ég fer inn í þetta erindi og hugsa þetta sem keppnisíþróttir. En þá eru þær sko alls ekkert fyrir alla. Bara svo þið vitið ég ekki með neina glærur, þær eru í einhvern kassa hjá Sagafilm þannig að þið þurfum bara að horfa, í staðinn fyrir að horfa á mig þá er ég með glærur á verkum eftir börn sem hið heimsfræga Tate Gallery að sýna núna á samfélagsmiðlunum í febrúarmánuði sem hluti af sögumánuði hinsegin fólks í Bretlandi. Það sem sagt þau fá orðið hinsegin og út frá því eiga þau að búa til verk og ég vona að geti notið þess að horfa á það í staðinn fyrir að horfa á mig endilega allan tíman. Mér langar að sýna ykkur 60 sekúndna myndband frá BBC gefið út fyrir 3 dögum vegna nákvæmlega það sama, sögumánuður hinsegin fólks og hefur BBC meðal annars gert 10 þætti hana ýmsu íþróttamenn hinsegin frá hinum ýmsu tímum síðustu aldar og þeirra 21. Younger people today look at me like, what was the big deal? It was a big deal. It was really hard. It was inconceivable for me to think that I could be gay. I was scared that coming out I was gonna lose fans, lose sponsors. I thought I really was gonna lose it all. I was scared. Everyone has a responsibility to make the world a better place. Sports was very good to me. People that are dealing with trans issues, they deserve an opportunity to play sports. Coming out really helped me become the tennis player that I became in free. I realised I have support from so many people. I remember standing on the field as a professional rugby player, being myself for the first time ever, being honest. I love who I love and, at the end of the day, love is love. No life goes perfectly, and it's the people who can adapt to the ups and downs better and be resilient. And that's what sports teach us. Sæl, ég heiti Ingi Þór Jónsson og mér hefur verið boðið að koma hér fram og flytja erindi og þá reynslu mína sem afreksmaður í íþróttum og að vera samkynhneigður. Það má segja að ég sé svo til nýr á Íslandi því að ég einn af þessum hommum sem flúði land árið 1988 vegna vanlíðan minnar á Íslandi. Ég bjó í Bretlandi í 25 ár og svo bjó ég í Svíþjóð og Danmörku í 5 ár og kom svo heim, vonandi alkomin í desember 2017. Flest árin mín erlendis lifði ég sem venjulegu borgari og í skápnum sem íþróttamaður. Þar til árið 2001 þegar þannig vildi til að ég bjó í Manchester þegar að borgin hélt samveldisleikana 2002. Eitt af mikilvægasta fyrir borg eins og Manchester var að skapa arfleið leikana sem íþróttir fyrir alla. Og út frá því var ég einn af þeim sem síðan var beðinn að undirbúa hvernig leikjarnir gætu höfðað til hinsegin fólks í borginni, sem á til frambúðar, svo alltaf væri hægt að líta á samveldisleikana sem upphafspunkt breytinga í Manchester. Á næstu 2 árum eftir leikana voru stofnuð fjöldinn allur af íþróttafélögum fyrir samkynhneigða sem var til þess að við sem höfðum unnið með arfleið leikana stofnuðum fyrstu leika samkynhneigðra í Bretlandi 2005 með 1100 þáttakendum víðsvegar að frá Evrópu og enn þann dag í dag standa Pride Games
sem eitt helsta aðdráttarafl Manchester fyrir samkynhneigða íþróttamenn í Bretlandi og víðar. En það sem hefur gerst og er mikilvægast af því ég tel að okkur tókst að búa til öruggan heim fyrir samkynhneigða til að stunda íþróttir og þannig vinna að bættri heilsu þeirra, bæði andlega og líkamlega, og núna í dag eru öll helstu knattspyrnulið Bretlands með fókus á hinsegin íþróttamenn og einnig hinsegin stuðningsmenn og leggja til stuðnings bæði fjármagn og starfsmenn sem leiða minnihlutahópa innan þeirra. Þarna skara Liverpool, Manchester United og City algjörlega fram úr. Mér langar svolítið að kasta spurningu hérna út í heimingeiminn og hvort hér sé einhver sem veit hvað það er sem karlmenn sem óvart lendi í því að hitta mig annarkvort í veislum eða almannafæri og vita að ég er hommi, byrjaði að tala um. Viti einhver? Nei. Þeir byrja alltaf á því að segja mig frá konunum sínum. Eitraði kallinn, en hann getur líka verið kona. Samfélagið og tíðarandinn getur haft áhrif á það hvernig karlar haga sér á fullorðinsaldri. Miðbik 9. áratugarins ríkti mikil hómóhystería í flestum vestrænum ríkjum sem er óttinn við að fólk haldi að einstaklingur sé samkynhneigður vegna hegðunar sem passar ekki við kynhlutverk einstaklingsins. Þegar venjulegi kallar í venjulegum fjölskyldum byrjuðu að deyja í AIDS-faraldrinum var ekki lengur nóg að haga sér eins og gagnkynhneigður, eða straight acting eins og þau kalla það. Heldur gat hver sem verið hommi, óháð hegðun eða lífstíl. Til að afsanna að þeir væru hommar, þá byrjuðu menn að haga sér á annan hátt, líkamlega og tilfinningalega. Til að viðhalda gagnkynhneigðri ímynd sinni urðu karlmenn tregari við að sýna nánd, sorg eða ást í garð vina sinna. Karlar get ekki sýnt ótta eða þeim sé ógnað og þurfa því að hafa stífar líkamshreyfingar og passa að dansa á karlmannlegan hátt. Auk þess var mikilvægt að forðast ákveðin klæðnað, áhugamál og skemmtanir. Margrét Pála Ólafsdóttir lýsir eitraðri karlmennsku í pistli sínum Gjald karlmennskunnar svona. Það er skorað mark og allir karlmenn, bæði inni á fótboltavöllunum og framan við risaskjáina á börum heimsins, hoppa hver upp annan og hlæja eða gráta, faðmast og klappa hver öðrum á bakið bæði þétt og lengi. Þetta eru einu aðstæðurnar þar sem karlmennskan er samtaka að sýna óritskoðaðar tilfinningar frá sínum innsta kjarna, þar sem karlmennskan ræðir líðan sína við aðra karla. Nýtur þess að finna hjörtun slá í takti og finna hlýjuna í snertingu og líkamlegri nánd við kynbræður sína, þegar er án þess að vera kallaður hommi. Ég var að hugsa það daginn að það væri svipað fyrir ykkur sem að hlusta á mig núna, eins og ég væri að hlusta á ykkur árið 1984, tala reynslu sína sem keppti á Ólympíuleikunum 1948 í London, eða hvað? Þið getið ímyndað ykkur breytingarnar í heiminum frá því rétt eftir síðari heimsstyrjöld og til 1984. En það sem ég langar að koma að hér í dag eru breytingarnar frá því 1984 til 2021, eða hefur eitthvað breyst? Á síðasta ári gerði ég upp reynslu mína sem samkynhneigður afreksmaður Ólympíufari í sjónvarpsþætti sem að Gunnlaugur Jónsson var leikstjóri að og kallaður Áskorun. Og verði að viðurkenna að það var eitt erfiðasta skref sem ég tekið í lífinu. Að leita uppi þá reynslu og upplifun sem ég hafði kæft eins langt niður og ég gat í þeirri von að ég þyrfti aldrei að snerta á henni aftur. Þátturinn var sýndur á símanum í opinni dagskrá á fimmtudegi og sunnudegi. Og ég get ekki lýst vellíðan minni þegar hundruði skilaboða fóru að berast til mín frá alls konar fólki allstaðar á Íslandi. Og flest fólk sem ég aldrei hitt, bæði afar og ömmur, pappar og mömmur og systkini. Aftur á móti get ég talið á fingrum annarra handar þær kveðjur sem ég fékk frá fólki úr heimi íþróttana. En þar sannar það enn og aftur
að hinn almenni Íslendingur tilbúinn til að hlusta og læra og vera með og sýna samkennd. En íþróttahreyfingin sýndi nákvæmlega hvar hún stödd á 3. áratug 21. aldarinnar. Afreks íþróttamaður og samkynhneigður, það fer ekki saman í heimi eitraðakarlsins. Ég telst hafa verið afreksmaður í íþróttum þar sem ég setti rúmlega 70 Íslandsmet á ferlinum, var 2 sundmaður ársins á Íslandi og 2 í topp 10 sem íþróttamaður ársins á Íslandi. Og svo lauk ég ferlinum í rauninni þegar í rauninni ferillin átti að vera að byrja sem ólympíufari 1984 aðeins 21 árs. En almenn vitneskja vina minna og vandamanna að ég væri samkynhneigður kom ekki fram fyrr en ég hætti íþróttum og skildi á sama tíma við allt og alla sem á einn eða annan hátt komu nálægt íþróttum. Það var mín leið til að forðast á fordóma og hræðsla við höfnina frá vinum og þeim sem hefðu umgengist í heimi íþróttana. Allir velja sína leið til að lifa af. Það ekki það sama og Jóhanna Sigurðardóttir gerði eftir hún hætti í pólitík? Ég þekki aðeins eina mannesku persónulega sem enn var í íþróttum þegar hún kom út úr skápnum og var svo lánsamur að fá að starfa með henni erlendis tíma í byrjun baráttu minna fyrir tilveru og sýnileika samkynhneigðra í íþróttum. Og ég gleymi aldrei þeim orðum Martínu Navratilova þegar hún spurði mig hvort ég geri mig grein fyrir því hversu miklu erfiðara það að koma út úr skápnum í litlu samfélagi eins og Íslandi en í þessu risa samfélögum erlendis. Því hreinlega þar hverfur fólk strax inn í hópinn eftir gjörningin og það alltaf einhver nýr sem tekur við. En á Íslandi verður þú alltaf homminn í sundinu. Samkvæmt skoðanakönnunum og þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á Íslandi frá því 1984 og þá sérstaklega greinargerð sem kom út árið 2019 eftir Svein Semper sem ég vitna reyndar talsveit hérna í dag og ótrúlega þakklátur Sveini fyrir að mega vitna í, þá það augljóst að litlar sem engar breytingar hafa verið gerðar innan íþróttahreyfingarinnar. En aftur á móti hefur áhrif hins almenna borgara orðið þess valdandi að möguleika séu fyrir hendi og að samkynhneigðir geti stundað íþróttir. Sem segi það eitt að tala og segjast alltaf breyta hlutunum en svo annað að láta þá gerast. Persónulega finnst mér komin tími á neyðarlínu í íþróttaheiminum, þar sem börn, unglingar og fullorðnir geta fengið hjálp á allan þann hátt sem hægt að bjóða upp á. Við vitum hvað tímarnir hafa breyst og íþróttahreyfingin hefur tekið við uppeldi barna á umfangsmeiri hátt en áður var. Það á að skikka hverja einustu íþrótt og íþróttafélag að hafa trúnaðarmann á hliðarlínunni sem með uppeldis- og sálfræðimenntun sem öll börn, unglingar og þeir sem stunda íþróttir vita af og geta leita til. Ég ekki bara að ræða samkynhneigða unglinga heldur alla. Til að vita hjálp og stuðning að fá hjá þeirri íþróttagrein sem hver og einn hefur valið sér að stunda. Innflytjendur, börn sem koma frá erfiðum heimilum, unglingar á breytingaskeiðinu og margt fleira. Ég ekki í nokkrum vafa að þetta mun hafa mikla breytingar í för með sér og skapa töluverðan fjölda afreksmanna í staðinn fyrir að missa þá út úr íþróttahreyfingunni. Þegar ég var beðinn að koma með erindi á þessa ráðstefnu fór hugurinn á flug og ég verð að viðurkenna það að sársaukinn við tilhugsunum að öll mín uppeldis ár voru stjórnuð af eitraðakallinum í íþróttaheiminum. Endalausar spurningar hafa komið upp í huga mér en ég fann hvergi svör á neinni heimasíðu íþróttahreyfinganna á Íslandi en reynda fann ég bera fyrir upplýsingum stefnu hjá IBR en hvergi að finna skýrar aðgerðar áætlanir og verði ég að segja að ég vona svo innilega að ég hafi rangt fyrir mér. Það eru gerðar ótrúlega kröfur til barna og unglinga í íþróttum í dag. En höfum við kraft á eða mannskap til að fylgja því eftir sem til þarf? Það engin vafi á því að framfarir íslenskra þjálfara í íþróttum eru miklar síðan ég var í íþróttum og þá aðalega þjálfara afreksfólksins okkar. Samkynhneigðir eða hinsegin fólk jafn hæfileikaríkt í íþróttum og aðrir. Aftur á móti eru tækifærin fyrir hinsegin fólk til þess að ná árangri í íþróttum ekki alltaf þau sömu, enda vantar gjarnan upp á rými til þess að vera öðruvísi í kynjaskiptum heimi íþróttana en þann dag í dag.
Úr því verður að bæta. Þetta hefur þá áhrif að ákveðnir hópar barna fá ekki notið þeirra kosta og aukningar lífsgæða sem fylgja því að vera í íþróttum. Þess vegna er ekki hægt að segja að íþróttir séu fyrir alla. Þorbjörg Þorvaldsdóttir, formaður samtakana 78, segir í Vísi eftir að þátturinn mig á Símanum kom út. Það var aldrei möguleiki fyrir Inga Þór Jónsson að vera opinberlega hommi á meðan hann var afreksmaður í sundi. Þannig voru einfallega fordómarnir á þeim árum sem hann var upp á sitt besta. Von mín er sú að með aukinni meðvitund verði íþróttir öruggur og uppbyggjandi staður fyrir öll börn, ungmenni og fullorðna. Næsta hinsegin íþróttastjarna á hvorki að þurfa að fela hluta sjálfsmynda sinnar fyrir umheiminum né að hætta í íþróttum áður en hún getur komið út úr skápnum. Þörf er á markvissri áframhaldandi vinnu og hugarfarsbreytingu meðal allra sem koma nálægt starfi hvers íþróttafélags því breytingar á andrúmslofti komi ekki að sjálfu sér, þó skilaboðin séu skýr að ofan. Það verður að vera hægt að vera bæði íþróttamaður og opinberlega hinsegin í öllum greinum, fyrr verða íþróttir ekki fyrir alla. Ég vil á lokum skora á ISÍ, Ungmennafélag Íslands, Íþróttabandala Reykjavíkur, KSÍ, HSÍ, SSÍ og öll sérsambönd innan ISÍ, öll íþróttafélög landsins, alla íþróttafrömuði, öll fyrirtæki landsins sem styðjaði við íþróttir, tíminn er núna. Það er komin tími til að bregðast við. Burt með eitraðakallinn. Hann er svo úreltur, hann á ekki við á 21. öldinni. Honum fylgir ekkert nema vanlíðan og óöryggi. Ég skora á okkur öll að vinna saman að því að gera líf allra barna, unglinga og efnilegra íþróttamanna betra. Svo þau er bjarta og öruga framtíð innan sinnar íþróttagreinar og ef eitthvað bjátar á þá vita þau hvert þau eiga að leita. Þau eiga aldrei eftir að sitja ein með hræðsluna og óöryggið. Búum til enn fleiri íþróttastjörnur á Íslandi með því að gera líf þeirra bærilegt og þannig líklegra til frekari afreka. Minnihlutahópar innan íþróttahreyfingarinnar eru komnir til að vera og ég segi einu sinni enn, ekki leyfa eitraðakallunum að koma nærri þeim í starfi og eða í lífi. Takk fyrir mig. Spurningar úr streymi eða sal? Fínt. Það er mikilvægt að spyrja ekki allir í einu. Takk fyrir kröftugan fyrirlestur, Ingi Þór. Ragnhildur heiti ég og kem frá ISÍ. Mér langar að spyrja það einu af því að það virðist vera erfiðara fyrir kallmenn að koma út úr skápnum innan íþróttana. Hefur einhverja skýring á því? Fyrirmyndirnar. Vantar fyrirmyndir? Það er enga fyrirmyndir. En Og ég tel að stjórnendur íþróttana, það er þetta með karlmennskuna. Það ber allt of mikið á þessum reiða kalli, eitraða. En hvernig getum við snúið þessu við? Hvernig getum við... Þess að segja, við þurfum að finna fyrirmyndir, við þurfum held ég, án þess að vita það. Þetta eru náttúrulega bara upplýsingar sem ég hef og svona vil koma á framfæri. En ég til dæmis tek fram að ég get náttúrulega bara litið til hvað hefði getað bjargað mér til að geta fengið að vera áfram í íþróttum hefði verið að hafa ykkur til að tala við. Það er ekki svolítið enn þann dag í dag. Við erum með samtökin, en íþróttahreyfingunni er þetta bara svona. Við vorum að tala þetta, ég og Þráinn Hafsteinsson sem var hélt fyrirlestur áðan, að við hittumst síðast á Íslandi 2005. Þá var verið að reyna að koma þess að stað með íþróttahreyfingun og þá meðal annars KSÍ. Það hefur ekkert breyst. Það hefur ekkert verið gert. Það hefur ekkert verið, það er engar upplýsingar Til dæmis nú er komið með fyrir transfólk á síðu ISÍ, það er ekkert hinsegin fólk. En það er bara svo ég afsnátt að sitja kannski og vera að verja eitthvað. En það er bæði þjálfaramenntun, bæði hjá ISÍ og hjá KSÍ eru fyrirlestrar hinsegin fólk.
Já. Þannig að það er allavega þá eitthvað og það er búið að vera þannig í einhver ár. Tótla sem var hérna með fyrirlestur áðan, sagði mér áðan að hún yrði hjá KSÍ með hérna fræðslu núna á þjálfarnámskeiðum. Þannig að við erum ekki alveg á núllinu, en auðvitað getum við gert betur. Við erum á sama stað eins og ég upplýða var í Bretlandi svona 1990-95. Við erum þar. Það er ekkert komið lengra. Og það er ekki nógu gott í svona landi sem segist vera opið fyrir öllu og tilbúið í breytingar. Það er bara ekkert staðreyndin, hún er ekki svo. Ég held að það ætti að fara að skoða það nákvæmlega. Til dæmis ef að fólk á Íslandi, það ríkir rosalega og er mjög ríkt að þú kemur út úr skápnum og það veit á Tommy, við skulum bara ekki ræða það. Það er alltaf lagið sér Tommy, en við viljum helst ekki ræða það. Það er mjög algeng og sérstaklega minna það er alltaf lagið 101, en ef þú ferð aðeins út fyrir 101, þá breytist ýmislegt. Við erum ekkert komin lengra og það er komin tíminn til aðgerða. Hver sem ætlar að taka þá mér fyrsta samtökun eða leiðar, engin spurning. Þráinn Hafsteinsson, spurning. Já, sko, við Íslendingar teljum okkur nú vera bara ansið framalega á þessu sviði jafnréttis, en hérna, Ingi vitnaði í fundin okkar 2005 sem að ISÍ hélt og KSÍ minnum mig. Það mættu 2 til að ræða þessi mál og mér finnst ekkert að hafa breyst síðan. En það hefur heilmikið breyst í samfélaginu. Hver telur ástæðuna fyrir því að íþróttahreyfingin er svona langt á eftir íslensku samfélagi í jafnréttismálunum? Ég tel að vera hvernig staðið er haldið er spaðana hjá íþróttahreyfingunni og hverjir það eru sem að það er ekkert endilega það er þessi eitraði kall, sko, það er allt og mikið hann. Ég er svolítið fastur í honum ennþá, sko, ég þarf kannski örugglega að komast út úr því, en þetta hann er mikið áberandi núna á COVID-tímum og það er eitthvað svona, ég vil benda á það að það breytist ekkert hjá mér fyrir en ég hætti og kom út úr skápnum, en þá gæti ég ekki yfir íþróttum. Er ég að hugsa það sama, býtu, hvernig er þetta með fólki sem er í KSÍ og ISÍ, af hverju er ekki verið að gera meira? Af hverju er ekki upplýsingar? 2021, getur hringt í eitthvað, þegar samkynhneigður, kemst að því 14-15 ára gamall og vil koma út úr skápnum. Það er engar upplýsingar. Já, en þetta á að vera hjá ykkur líka. Ég er alveg á því þetta að vera hjá, eins og ég segi í ræðunni að þetta skora bara á öll íþróttafélög. Það er bara komin tími til aðgerða. Og það þarf ekkert mikið til að byrja með. Við þurfum greinilega að taka fund. Ég held það. Síðasta spurning, Hafrún. Já, Hafrún heiti ég og er hérna deildarforseti íþróttafræðadeildarinnar hérna í HR og við viljum gera eins og vel og við getum að þegar við erum að náttúrulega mennta fólk sem fer langflestir inn í íþróttahreyfinguna eða í íþróttakennslu. Ertu með ykkur, já við náttúrulega reynum að fræða náttúrulega nemendur, ertu með ykkur ráð fyrir okkur og náttúrulega líka þá HÍ í leiðinni? Eitthvað svona eitt sem að... Ég er náttúrulega ekkert að fara að... Nei, það er komin tími til að fara að byrja. Mér finnst við vera á nulli, ég verð að segja alveg eins og er. Og Ingi Þór er búinn að tala við mig nafni minn. Já. Þannig að við erum byrjað að taka... Ok, frábært. Við erum með fleiri spurningar, það er engin alveg ráðstöfn en fara aðeins yfir tíma. Bara leikir. Það sem hann er að segja, því ég er sem sagt yfir ofbeldismálum og áreitnismálum hérna hjá Íþróttmannlega Reykjavíkur og hefur að fara með fyrirlestra inn í íþróttafélögin og ég var með fyrirlestra 2019 og þá fekk ég að heyra frá sem þetta var ég að tala við stráka í meistaraflokki knattspyrnu, þá segja þeir, já það er alltaf leið að vera hommi en bara í skólanum. Við viljum ekki fá neina homma inn í klefana og þetta er bara 1,5 ár síðan, þannig ég vildi bara nefna að þetta er rosalega mikið í gangi ennþá í íþróttahreyfingunni í dag. Fleiri? Tótla? Ég er svo glöð með þetta. Það var sem sagt bara gerður núna nýlega samningur við Reykjavíkurborg, við Samtökin 78. Þannig
Þannig að við eigum í rauninni að sinna allri fræðslu til Íþróttabandalags Reykjavíkur. Þannig að núna til næstu 3 ára, ég held alveg örugglega, samningur við öll íþróttafélögin innan Reykjavíkurborgar. Þannig að þetta á leiðinni. Hægt rólega mun þetta gerast. Ég hef trú á því. Gott. Takk fyrir mig. Það var síðasta erindið okkar í dag. Það Birta Björnsdóttir, verkefnastjóri siðmála hjá Íþróttabandalagi Reykjavíkur, en hún ætlar að fara yfir leiðbeiningar og verkferla hvernig á að bregðast við kynferðislegu ofbeldi og kynferðislegri áreitni í íþróttum sem að Íþróttabandalagi Reykjavíkur gaf nýlega út. Birta, gjör svo vel. Já, takk fyrir og takk fyrir frábæra ráðstefnu. Ég bara búin að fá gæsahúð nokkru sinni, mér finnst það bara geggjað. Ég ætla aðeins að fá að tala vinnu IBR í málaflokknum ofbeldi og áreitni í íþróttum. Nýlega í fyrra gáfu út sérstakar siðreglur IBR gegn kynferðislegri áreitni og kynferðislegu ofbeldi. Ég mun fara svolítið vel yfir þær hérna á eftir og ég hvet öll íþróttafélög til að taka upp þessar siðreglur, láta þjálfara, starfsfólk og iðkendur skrifa undir. Síðan byggum við til bækling sem búið að vera í vinnslu lengi og í honum eru verkferlar og leiðbeiningar sem að komu til góðra nota í þessum málaflokki. Við gerum sérstakt skráningablað fyrir íþróttafélögin, þannig ef uppkom eitthvað mál, sama hvers eðlis það eru, einelti, andlegt ofbeldi eða hvað sem að þá eiga þau að skila þeim inn til okkar svo við getum haldið utan fjölda og eðli mála. Og síðan í lok 2020 fórum við einnig með kynningar inn í íþróttafélögin í Reykjavík þar sem við kynntum allt þetta efni, fórum vel yfir hvað félögin að gera við uppkoma mál og hvert þau að fara til að fá aðstoð. Við höfum verið að halda mikið af ráðstefnum og vinnustofum. Við reynum að halda alltaf 2 ári ári, einu sinni önn og við erum búin að vera með íþróttir leikvangur ofbeldis, vinnum gegn því, síðan í kjölfarið því á RIK 2019 vorum við með vinnustofu með sama titli, fengum aftur til okkar Howard Öfregard, sérfræðing frá Noregi í þessum málaflokki í september. Í janúar 2020 jafnrétti barna og unglinga í íþróttum. Við ætluðum að hafa í október en því var frestað út af dálitlu, eins og þið vitið. Og síðan þessi ráðstefna núna í dag, íþróttir eru fyrir alla. Markmiðið hjá okkur að vera með ráðstefnur og vinnustofur allavega einu sinni önn því við finnum eftir hverja einustu ráðstefnu eða vinnustofu koma inn fullt af málum til okkar. Bæði iðkendur sem koma með mál til okkar eða foreldrar og svo líka íþróttafélögin sem koma, hey, við kannski syntum þessu mál ekki nóg vel, getum við fengið eitthvað aðstoð hjá okkur sem er bara frábært. Við höfum sett á fót faghóp og fengum sérfræðinga til að vinna með okkur sem að koma til okkar. Þannig í hópnum okkar félagsráðgjafi, lögfræðingur, sálfræðingur og kynjafræðingur. Við lítum á þessu aðalega sem eitthvað svona fyrstu hjálp og IBR greiðir fyrir 1-4 tíma af þessari fyrstu hjálp. Reynslan hefur sýnt okkur að þegar við grípum inn í strax tekur styttri tíma að leysa málin og setja þau í farveg og við viljum ekki að íþróttafélögin séu sjálf að grípa inn í. Í mál sem eru viðkvæm þurfum við strax að senda inn sérfræðinga og þá það þessi sérfræði aðstoð IBR. Við erum einnig að senda mál, til dæmis eineltismál á æskulýðsvettvanginn og mál á samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsfólks. IBR, eins og ég sagði áðan, greiðir fyrir þessa þjónustu sérfræðingana. Við viljum ekki að þolendur eða íþróttafélög sleppi því að segja frá eða tilkynna vegna hræðslu við einhvers konar kostnað við að borga sálfræðinga eða þess háttar. Þannig ef ég gef til dæmis bara upp dæmi, ef að íþróttafélag þarf að kemur upp einhver kvörtun frá foreldri, þarf að setja fund, þá sendum við inn til dæmis félagsráðgjafa, setjum fund með íþróttafélaginu, setjum fund með foreldrum og iðkanda,
kemst að einhverju sameiginlegri lausn, heldur svo fund saman og oftast þá ná að leysa flest mál bara mjög fljótt og farsællega. Íþróttafélög eru svolítið eins og ein stór fjölskylda, þannig að við viljum, og það er svo mikil tengsl á milli aðila, þannig við viljum alls ekki að þessi verið að vinna þessi mál innan íþróttafélagsins. Þess vegna viljum við bara koma með þetta inn til okkar og við sendum inn fagaðila og já, þannig að engin tengslar, engin foreldrar í stjórnum sem að fara að vinna með mál sem sagt barna sinna eða eitthvað svo leiðis. Já, síðan gáum við út bækling og hann er inni á ibr.is/siðamál, bara ofbeldi í íþróttum, þar eru allar þessar upplýsingar. Bæklingurinn er á norskri fyrirmynd, við fengum leyfi til að þýða bæklinginn en svo aðlögum við hann að íslenskum aðstæðum og löggjöf. Við byggum síðan til verkferlana út frá bæklingnum og þetta eru í rauninni einu verkferlana sem eru svona ítarlegir þessi mál. Það voru mjög margir aðilar sem koma að þessari vinnu með okkur og sem við leitum ráða hjá og ég ætla að fá að nefna siðamálanefnd IBR, Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa Reykjavíkur, ITR, ISI, UMFI, Æskulýðsvettvangurinn, embætti landlæknis, lögregluna á höfuðborgarsvæðinu, Barnavernd, Blátt áfram, Hafdís Inga Helgudóttir, Hinriksdóttir félagsráðgjafi og Þorbjörg Jónsdóttir lögfræðingur. Þannig að þetta samstarf skipta okkur gríðarlega miklu máli og gefa okkur mjög mikið. Bæklingurinn og verkferlarnir eru aðgengilegir á heimasíðu IBR og við erum búin að fá fullt af styrkjum til þess að gefa hann út á prenti og einnig að fara með veggspjöld og viljum setja þau öll íþróttahús í Reykjavík. Ég ætla að renna aðeins yfir kaflana í bæklingnum og þetta er fyrsti kaflin er öruggt íþróttaumhverfi fyrir alla. Það er mjög mikilvægt að öllum líði vel í íþróttum og við viljum ekki að neitt sé að verða fyrir áreitni í íþróttum. Það er á okkar ábyrgð ríkis, sveitarfélaga, íþróttafélagana að stuðla öryggi þeirra sem iðka íþróttir og þeirra sem koma að starfinu sem sjálfboðaliðar eða launaðir starfsmenn. Ofbeldi er refsivert, við vitnum þess í hegningarlögin og barnaverndarlögin þar sem okkur er skylt að tilkynna til barnaverndar ef við fáum mál sem að varða börn til okkar. Síðan er líka samkvæmt íþróttalögum þá eiga félögin að afla sakavottorð því það er óheimilt að ráða til starfa aðila sem hlotið hafa refsidóma fyrir kynferðisbrot eða ávana- og fíkniefnabrot. Við erum í vinnuhóp með ISI núna þessa dagana og erum að vinna í nánari útfærslu á þessu sakavottaramáli. Ok, hérna eru siðareglunar okkar. Þetta eru 8 reglur, fyrstu 2 eru kannski smá auðbrjótanlegar en það er svolítið gert viljandi. Þannig að númer 1, komdu fram við alla virðingu og forðastu öll samskipti, athafnir eða hegðun sem gæti sært eða móðgað. Svolítið auðbrjótanlegt að maður getur alltaf óvart komið fram við eitthvað sem hann upplifir að sé særandi eða móðgandi. Sama með númer 2, forðastu líkamlega snertingu sem gæti valdið vanlíðan eða óþægindum. Oft eru líkamlega snertingar í íþróttum og þá geta þær valdið vanlíðan eða óþægindum og þess vegna viljum við vekja athygli á þessu að fólk ef það upplifir þetta að geti komið fram og sagt frá. Ég upplifði hérna brot á siðareglu númer 2 og ég vil fá okkur aðstoð og ræða þetta því oft þarf einhver einn til að koma fram en þá er kannski 10-20 bakveðan sem þorði ekki að segja neitt eða fannst óþægilegt hvernig þjálfarinn kom við á eða eitthvað. Forðastu orðaskipti sem gætu verið túlkuð sem kynferðisleg númer 3. Forðastu að segja eitthvað, grínast með eða láta að ljá skoðanir sem eru niðrandi varðandi kyn og kynhneigð annarra númer 4. Númer 5. Forðastu að vera eitt með iðkanda eða öðrum einstaklingi sem þú ert í valdastöðu yfir. Númer 6. Haltu þig í faglegri fjarlægð frá iðkanda og öðrum aðilum sem þú ert í valdastöðu yfir. Sýndu ábyrgð í samskiptum, forðastu að eiga samskipti í gegnum síma og samskiptasíður á internetinu nema í tengslum við íþróttastarfið. Númer 7. Forðastu ástarsamband eða kynferðislegt samband við iðkanda og öðrum aðilum sem þú ert í valdastöðu yfir ef að þú ert þjálfari, stjórnarmaður, starfsmaður, sjálfboðaliði í heilbrigðisteymi eða annarri valdastöðu. Svo erum við 2 undirdálkandi þessu, hverskins kynferðislegt samneyti þjálfara við iðkanda sem er yngri en 18 ára er með öllu óheimil. Og númer 2, ef þjálfari á í ástarsambandi eða kynferðislegu sambandi við sjálfráða iðkanda skal hann láta framkvæmdastjóra formann íþróttafélagsins vita af því strax. Þannig að ef það kemur upp svo staða að ykkur, til dæmis þjálfari hefur beitt iðkanda kynferðislega ofbeldi og iðkandinn tilkynnir það til stjórnar eða til okkar, þá getum við skoða, ok, tilkynnti þjálfarinn þetta til stjórnar að hann kemur fram og segir, nei, þetta var allt, við vildum bara sofa saman, þetta var allt í góðu. Þá getum við sagt, nei, þú tilkynntir ekki til stjórnarinnar, því miður þá verður þú látin fara. Þannig að þetta eru svona bakaleiðir sem við getum farið til að losa okkur við þá þjálfara sem við byrjum ekki traust til lengur eftir ásakanir.
Og númer 8, misnotaðu ekki valdastöðu þína í kynferðislegum tilgangi. En þetta sem sagt viðbót við þær siðareglur sem eru nú þegar til, bæði á ISI og UMFI og allstaðar sem getur bara bætt við og þetta leið sem að Norðmenn fóru og hefur reynst þeim mjög vel. Síðan í bæklingnum alls konar rannsóknir ofbeldi í íþróttum. Þá langar mig að taka fram hérna í rannsókn þar sem var rætt við 25 norskar afreksíþróttakonur sem höfðu orðið fyrir kynferðislegri áreitni kom fram að enginn þeirra hafði lagt fram formlega kvörtun eða greint frá því sem þær hafa upplifað. Sem þýðir að þögnunin rosalega mikil ennþá í íþróttum en áhugavert við þetta að eiginlega allar af íþróttakonunum höfðu samt haft samskipti við aðrar íþróttakonur og varaðar við því sem þær höfðu orðið fyrir. Þannig að tilkynntu það ekki en létu aðra vita. Því miður ekki til mjög mikið af íslenskum rannsóknum en það ein doktorsrannsókn í gangi núna hjá Önnu Soffíu Víkingsdóttir og ég hvet ykkur til að fylgjast með því. Síðan hafa rannsóknir sýnt að íþróttafólk af erlendum uppruna, hinsegin og kynsegin íþróttafólk, afreksíþróttafólk og fatla íþróttafólk séu í sérstökum áhættuhópi yfir því að verða fyrir ofbeldi og áreitni í íþróttum. Og með afreksíþróttafólk kannski hljómar skringilega þau séu auknu líkur á að verða fyrir ofbeldi en það oft svo nálægt markmiðum sínum, þjálfarinn hefur svo mikið völd, það verður að gera það sem þjálfarinn segir, annars getur ferillinn verið ónýtur, þannig að þetta valda í ójafnvægi að valda því. Svo mikilvægt að hafa í huga að mörg tilfelli eru ekki tilkynnt og á það sérstaklega við brot gegn drengjum og körlum. Strákar eru miklu óleiklegri til að tilkynna þegar svona gerist, bara því miður. Síðan fleiri rannsóknir hérna rannsóknir hafa sýnt að þar sem kynjahlutfall jafnt minna áreitni en í umhverfi þar sem kynjahlutfall ójafnt. Þannig að jafnrétti, sama sem minni áreitni, sama sem minna ofbeldi. Þetta tengist allt og þess vegna mikilvægt að vinna í öllum þessum þáttum. Síðan var stór alþjóðleg rannsókn gerð árið 2015, Out in the Fields, þar sem könnuð var upplifun samkynhneigðra og tvíkynhneigðra í hópíþróttum í enskumælandi löndum. Aðeins 1% af þátttakendum trúði því að samkynhneigðir og tvíkynhneigðir væru fullkomlega samþykktir innan íþrótta. 81% af þáttakendum hafði orðið vitni að homofóbíu eða orðið fyrir henni. Þannig að þetta svona meðal þeirra rannsóknar sem við vitnum í en ég mæli með því að skoða bæklingin því það mun meira. Síðan erum við með kafla með forvarnir, þá erum við að tala að við þurfum að laga menninguna. Allir sem taka þátt í íþróttum og íþróttahreyfingun í heild bera sameiginlega ábyrgð á því að þróa menningu innan íþrótta sem einkennist af virðingu og þar sem öryggi í fyrirrúmi. Það mikilvægt að sé heilbrigt umhverfi, að allir séu sammála hvað eigi að einkenna starfið, hvað ætlast til af einstaklingum, hvaða gildum verið að vinna eftir og reglum. Síðan þarf að vera fræðsla og umræða og einnig siðareglur og hegðunar viðmið og ekki bara nóg að sé til siðareglur og hegðunar viðmið heldur að sé kynnt fyrir þjálfurum og iðkendum og í samningum sem skrifaður undir. Svo ætla ég að tala hvað á að gera þegar mál koma upp, þegar kynferðislega áreitni eða ofbeldi á sér stað. Til að búa til betra umhverfi í íþróttum og koma í veg fyrir áreitni og ofbeldi mikilvægt að einstaklingurinn sem verður fyrir ofbeldinu þori að segja frá. Þetta getur verið rosalega erfitt, sérstaklega fyrir börn og ungt fólk. Íþróttafólk sem getur verið hrætt við refsiaðgerðir, fundur fyrir óvissu, skömm og sektarkennd og það óttast líka við að því sé ekki trúað. Þess vegna mjög mikilvægt að leggja áherslu á að ef grunsemdir vakna hjá einhverjum innan íþróttasamfélagsins kynferðislega áreitni eða kynferðislegt ofbeldi að sá hinn sami tilkynni það. Enginn á að þurfa að standa einn í þessum aðstæðum. Við erum með þessa verkferla í bæklingnum og þetta svolítið margþætt, þannig við erum með verkferlar fyrir íþróttafélagi. Við erum með bæði leiðbeiningar fyrir íþróttafélagi og verkferla. Þannig að leiðbeiningarnar eru til dæmis ef þú átt að taka á móti málum, hvernig þú átt að haga þér, taka öllum tilkynningum alvarlega, takk fyrir að segja mig frá, passa að spyrja ekki leiðandi spurninga og hvernig þú átt að vinna áfram með málið. Síðan kemur verkferlinn, þar kemur bara númer 1. Ef ég með börn yngri en 18 ára, þá á ég að hringja í barnavernd og tilkynna og leita þar ráða. Síðan erum við með íþróttafélagi fyrir 18 ára eldri, þar sömu leiðbeiningar, hvernig þú átt að tala við þann sem var fyrir ofbeldinu og áreitninni. Síðan ertu bara með verkferli. Númer 1 á ég að gera þetta, númer 2 á ég að gera þetta og númer 3 á ég að gera þetta. Mjög skýrt. Við í IBR erum líka með verkferla bara hvernig við sinnum málum hjá okkur. Og þetta allt líka í bæklingnum. Síðan erum við með bara leiðbeiningar fyrir þá sem verða fyrir ofbeldi eða verða vitni ofbeldi. Þannig að einstaklingar yngri en 18 ára, hvað þau að gera, við erum aðalega bara að vísa í leiðir fyrir til að aðstoða þau að segja frá. Þannig að með hugmyndir af hverjum getur sagt frá, fjölskyldumeðlimum, liðsfélögum, kennurum, hjúkrunarfræðingi í skólanum og svo framvegis.
Og sama með einstaklingar fyrir 18 ára og eldri, þá erum við leiðbeiningar en þá það bara fyrir fullorðna, Stígamót, Bjarkarhlíð og svo framvegis. Síðan erum við einnig með aðra leiðbeiningar fyrir aðra, þannig ef ég sem foreldri að horfa á einhverja íþrótt og sé að það gæti verið eitthvað skrítið í gangi þarna, hvað á ég að gera, hvert get ég leitað og svo framvegis. En sem sagt hjá 18 ára yngri ber okkur samkvæmt barnaverndarlögum til að tilkynna málið. Það er líka hægt að tilkynna til IBR eða æskulýðsvettvangsins eða samskiptaráðgjafa. Þannig að endilega, ef þið eru ekki viss, ykkur vantar ykkur ráð, hafið samband við okkur í IBR og við vísum ykkur áfram og hjálpum ykkur að leysa málið. Síðan munurinn á 18 ára og eldri og 18 ára yngri ef maður er 18 ára eða eldri þá þarf að passa að það má ekki taka hann aldrei fyrir hendur á þolandanum. Þú mátt aldrei ákveða að hringja í lögreglu nema með samþykki þolandans. Það er svona helsti munurinn, en þegar þeir eru börn þá hringjum við strax og spyrjum ekkert leyfi. Hérna smá tölfræði þessi mál sem hafa komið inn til IBR á síðustu 3 árum. Við byrjum að taka við tilkynningum þá, eða við höfum alltaf tekið við, það var bara aldrei komin eitt inn, en við höfum byrjað að auglýsa þetta þá. Það sem mest hjá okkur kynferðisleg áreitni, 35%, síðan einelti, kynferðislegt ofbeldi og annað, og þá aðalega svona andleg vanlíðan og svoleiðis sjálfsvígshugsanir ekki endilega kannski ykkur ofbeldismál og svo líkamlegt ofbeldi 11%. Þannig að þetta eru svona þau mál sem við erum að fá inn á borð til okkar. Svo langar mig bara að benda ykkur á, líka núna á tímum COVID, þá engir fyrirlestrar í gangi, þannig ég vildi bara benda ykkur á að við erum með ótrúlega mikið af góðu efni frá fyrrum ráðstefnum, þar sem þið getið séð tölfræði ofbeldi í íþróttum á heimsvísu, þáttaka fatlaðra barna í íþróttum, jafnrétti til íþróttaiðkunar, áskoranir transbarna í íþróttum, kynjajafnrétti í boltagreinum og fólk af erlendum uppruna og svo framvegis. Þannig að ef þið eru í íþróttafélagi, endilega senda post á foreldrana, hei, við ætlum að fræðast aðeins hinseginleika núna í þessar viku, senda fyrirlestran okkar með, þannig ég með linkana hérna og ég hvet ykkur til að fara inn á rig.is og finna þetta hérna undir ráðstefna. Síðan langar mig bara að segja að ef þú þarft aðstoð, ef þú hefur orðið fyrir ykkur, ef þú veist að máli eða veist ekki hvað þú átt að gera, ef þið hefur langað að tilkynna eitthvað en hefur ekki þorað því, bara endilega hafðu samband. Markmiðið með þessari vinnu að íþróttastarfið geti farið fram í öruggu umhverfi og börn, unglingar og fullorðnir óháð kynferði eða stöðu að öðru leyti geti stundað íþróttir og leita sér aðstofar eða réttar síns vegna atvika og misgerða sem þar koma upp án ótta við afleiðingar. Þannig að bara please, segið frá, við viljum hjálpa og við munum hjálpa. Þannig hérna eru 3 mismunandi aðilar sem hægt að hafa samband við. Það við hjá IBR, það samskiptaráðgjafi íþrótt og æskulýðsstarf og það líka æskulýðsvettvangurinn. Takk fyrir. Kæra þakkir Birta. Eru spurningar til Birtu? Það kemur hérna á netinu sem ég ætla að lesa upp. Ég ætla nú kannski ekki að ég ætla að hafa þetta nafnlaust en það svo sem hún undir nafni en hún segir hérna sæl, ég var lamin í handboltaleik, leitað til ISÍ, HSÍ og Bjarkarhlíð og mín reynsla af þeim var gagnslaus. Ég veit ekki, þetta engin spurning. Það vil vita flestir í salnum sem að hlusta á þig af því máli og þessu fólki öllu alveg sama. En ég meina Ég bara hvet þessa mannsku til að hafa samband því að mér ekki sama og bara endilega hafa samband og við getum fundið fagaðilega til að vinna þetta með og við leysum þetta í sameiningu, finnum ykkur lausn. Gott mál, við gefum Birtu gott klapp. Takk. Annars þá langar mig bara að þakka fyrir þau ykkar sem sitja hér, þó að séu fleiri spritbrúsar en manneskjur og þau ykkar sem fylgdust með. Eins og Birta kom inn á að þá þetta náttúrulega allt tekið upp og þið getið nálgast efnið á heimasíðu RIG-leikana, rig.is undir ráðstefnur. Þannig að endilega ef ykkur vantar fræðsluefni fyrir eitthvað kvöldið að kíkja á þetta fyrir félagið ykkar eða tómstundastarf, hvað sem er. Annars þá bara takk fyrir.